Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu. Fimmtudagskvöldið 19. mars á þessum illviðra sama degi. Ég heiti Björn Þorláksson og þau eru ýmis illviðrin sem stundum leik okkur grátt. Þar má nefna mein sem angra sálina og doktor Sigrún Sigurðardóttir hefur skrifað bók áföll. Og þetta hansi skýr og aðgengileg bók almenningi og hún ætlar að koma til mín og ræða bókina og farangurinn sem mörg okkar bera hér í lok þáttar. Nú Ragnheiður Davíðsdóttir sem hefur verið okkur til liðsinnis og fulltingis á samstöðinni, tekið þó nokkurn fjölda viðtala í vetur. Hún kemur og ræðir við þekkta mannesku, Svein Rúnar Hauksson lækni, ævi, störf og áhugamál. Ég held að yfirskrift þess kafla hjá okkur sé eldhugi. Nú við verðum á fjarfundi til Vestmannaeyja, þar sem að Magnús R. Einarsson, leiðsögumaður og þið kannist nú eflaust við hann sem dagskrárgerðarmann til áratuga á Ríkisútvarpinu. Hann ætlar að ræða samanburð lífskjara á Íslandi og meginlandi Evrópu. Hann hefur búið víða í Evrópu, segir enga heimsálfu betri og honum finnst umræðan hér ESB ansi heimóttarleg og óvönduð. Og hann svolítið ekki einn þá skoðun. En við ætlum að hefja leika á málanna hér innanlands, því sem skekur svona flestar fréttir þennan daginn. Það eru horfurnar í efnahagsmálum, það eru okur, stýri vextir, atvinnuleysi, verðbólgan og öll þau teikn sem gætu leitt til þess að kjarasamningum verður sagt upp eða forsendur þeirra bresti. Hann kemur hingað eftir andartak, Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASÍ og bregst meðal annars við ummælum fjármálaráðherra fyrr í dag að of miklar launahækkanir séu helsta meinsendin. Finnbjörn segir stöðan ekki bjarta og hann ætlar að ræða málin með gagnrýnum hætti, launa fólki til hagsbóta. Ræði við hansast eftir andartak og þá hefjum við Rauða borðið en fyrst örfáar auglýsingar, svo teljum við í, ekki fara langt. Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótelbjarkarlundur.is. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Fyrir mér þá trú að sleppa tökunum og treysta. Og það rosa mikil drifkraftur í trúnni. Ég held að ef maður sér eitthvað verkefni fyrir sér og trúir því líka, þá það miklu líklegra til að verða að veruleika. Ég heiti Guðni Már Harðarson og ég trúi á minn hátt. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Tísku drottningar og kóngar takið eftir. Útsölumarkaður vorstjörnunar verður frá klukkan 13 til 16 alla laugardaga og sunnudaga út mars. Allt á að seljast, ótrúlegt úrval og ótrúleg verð. Klæddu þig upp. Vorstjarnan, Borholti 6, vorstjarnan.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug,
opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, hann kominn hingað til mín, Finnbjörn A. Hermansson, forseti ASÍ. Hann ætlar, held ég, við ætla að reyna að fá hann til þess að bregðast til dæmis við ummælum fjármálaráðherra í dag of miklar launahækkanir, að þær séu orsök okkar ógefu. Við náttúrulega urðum vitni að stýrivaxtahækkun í gær og verðbólgumælingar eru ekki góðar og atvinnuleysi of mikið og ég held að það sé ljóst að hann Finnbjörn telur stöðumála ekki allt og bjarta. Vertu velkominn til okkar. Já, takk fyrir. Já, eins og ég sagði, ég held að sumum hafi nú aðeins brauðið í brún sko að heyra fjármálaráðherrann okkar Daða svona taka undir raddir atvinnurekenda og fleiri að verðbólguskriðið og staða þjóðmála, þetta sé svolítið launafólkið að kenna. Hver er þín viðbrögð við því? Það virðast nú allir vera einhvern veginn á hlaupum undan eigin ábyrgð sko. Og það alveg sama hver er þar. Við þreytumst seint á að sko fara aðeins í söguna að við gerum samninga sem að eiga svona nokkurn veginn að mattsa við verðbólgu, þannig að við allavega höldum kaupmætti út þessi 4 ár. Að hluta til átti að því að við byrjum á því að semja sem sagt launahækkanir sem eru lægri heldur en sem nemur verðbólgunni fyrstu 2 árin. Að það átti að koma þá sem sagt með lækkun stýrivaxta. Já. Þannig ætlum við að byggja upp kaupmáttinn hjá launafólki. Já. Þannig kynntum við samningan og þannig seldum við samningana. Já. Síðan bara gengur þetta ekki eftir. Nei. En sko það plan sem við lögðum upp, það miðar allt saman að því að við séum bara nokkurn veginn á pari með okkar launahækkanir. Það vitað í 4 ár hvernig þetta verður. Fyrirtækin byggja sig náttúrulega undir það að taka á móti þeim launahækkunum sem að SA skrifar undir fyrir þeirra hönd. Þannig að það að þetta sé að koma fólki á óvart núna, það finnst mér alveg rosalega þreytt eftiráskýring. Er það ekki? Jó. Og eins og þú nefnir, þetta meira bara hluti af samkomulagi, síðari hluti af samkomulagi sem hefst með því að launafólk undir striki. Já, þau eru koma bara sko inn í bíómynd í hliðinu og eru svo að útskýra hvað gerist í fyrirhlutanum með þessu. Þannig að en hafa greinilega ekki verið sko viðstödd fyrirhluta bíómyndarinnar. Já. Þannig að það enga veginn hægt að kenna sko launafólki það að það sé að keyra fram úr vegna þess að við erum ekki eins og að halda yfir kaupmátt. Nei. En ef við förum aðeins yfir sko hvaða sem að hefur rekið þessa verðbólgu á þann stað sem að hún er í dag og sem hún var líka þegar við gerðum kjarasamninga, þá er þetta á stærstum hluta húsnæðisskortur. Við erum búin að kaupa 5 eða 6 sinnum húsnæðispakka af mismunandi ríkisstjórnum. Við ætlum að byggja, við ætlum að vera komin núna í ár, ætlum að vera búin að byggja 10.000 íbúðir í almenna húsnæðiskerfinu. Þannig að við værum að byggja sem sagt fyrir láglaunafólk, leiguíbúðir á viðráðanlegu verði. Já. Bjarg komin með tæplega 1100. Aðrir aðilar eins og félagsstofnun stúdenta og félagsbústaðar og aðrir eru komin með tæplega 3.000, þannig að þetta eru 4.000 íbúðir af 10.000 íbúðum sem átti að vera búið að byggja. Sveitarfélögin draga lappirnar að koma með lóðir undir þessi hús. Ríkið kemur núna á mjög slæmum tíma með þessar hækkanir sínar varðandi bílana. Sveitarfélögin halda ekkert í sér varðandi hækkanir á þeirra gjöldum. Og þetta svona þessi breiði grunnur að þessari verðbólgu sem við búum við
Og svo til viðbótar sem eru aðaleikandurnir núna í augnablikinu, það eru verslanirnar sem eru að hækka núna umfram bara eðlilegt vegna þess að gengið á ekki að vera stóra máli, það er ekkert að gerast þannig í samfélaginu, en samt eru það að hækka verulega núna. Og hagnaður verslunarkeðjana er mjög ríflegur. Já, hann er það og allar þessar keðjur hafa sýnt mjög góðan hagnað, en eftir sem áður að þá horfa allir í launin. Þetta er laununum að kenna. Og ég bara vísa þessu til föðurhúsana, algjörlega. Já. Mér finnst mjög áhugavert að heyra þið fara yfir þetta. Ef launin eru vandamálið, þá væri kannski líka allt í lagi að á þess að ég ætla að fara að etja launþegarhreyfingum saman. Það er allt í lagi að nefna það að allams kennarar fengu mjög ríflegar kjarabætur og það hafa orðið svona stakar umbætur í launakjörum, en mjög mikil einföldun að láta eins og þetta hafi bara farið yfir allt frá manneskunni sem er að með skóflu að grafa skurð og upp í topp, Nú tala ég bara fyrir hönd aðildarfélaga Alþýðusambandsins. Við gerðum þessa samninga og eini hópurinn sem hefur haldið kaupmætti núna, það er láglaunafólkið. Vegna þess að það fekk ríflegri hækkun heldur en hærri launin. Hærri launin voru að taka bara 3,5%, 3,25%, en lægri tekjuhóparnir fengu örlítið meira. Við höfum verið að skoða, það hefur verið að bera á markaðina að það sé launaskrið í gangi og það er að mælast launaskrið og við höfum verið að reyna að sjá hvar það er. Það er ekki hjá okkar fólki. Þannig en við erum búin að kalla eftir gögnum frá Hagstofunni til þess að reyna að greina þetta hvar þetta launaskriði er. Ekki það við sem að leita að sökudólgum, heldur hitt bara við erum að reyna að skilja hvað er í gangi í samfélaginu. Vegna þess að stór hluti okkar félagsfólks að launin þeirra fara bara í nauðþyrstir. Það er húsnæði, það er fæði, það er maturinn og það álítið sem ekkert eftir. Þannig að þetta er ekki hópurinn sem er haldið upp í einkaneyslunni. Það er að mælast svolítið há einkaneysla núna og við viljum sjá hvaða hópar þetta eru vegna þess að ef það á að fara í bráða aðgerðir sem að býta fljótt, þá verðum við að fara að rótvandans og hann er, eins og ég er búin að fara yfir, hann liggur í versluninni. Verslunin, hún þarf að fara að sýna einhverja samfélagslega ábyrgð. Hún liggur hjá bönkunum sem að hafa nú heldur betur borð fyrir báru að taka á sig þessa hækkun sem að stýrivextirnir voru. Allavega fyrir almenning í landinu. Og hún liggur og verðbólgan liggur í einkaneyslunni og þá þurfum við bara að finna hvaða hópar þetta eru vegna þess að það þarf þá að breyta með einhverjum hætti þessu hegðunarmunstri ef við getum sagt sem svo, þannig að við getum náð verðbólgunni niður. Það liggur alveg fyrir að í dag er verðbólga 5,2%, flest allir bankar hafa spáð því að hún muni fara örlítið upp í næstu mælingu og ef það gerist að þá eru náttúrulega kjarasamningar í hættu. Þau stéttarfélög sem sömdu þetta kjarasamningana, þau náttúrulega taka sína ákvarðanir þegar það kemur að því að skoða hvernig þessu hefur reitt af í ágúst eða í byrjun september. Þá taka þau sínar ákvarðanir. Þetta eru 3 hópar innan Alþýðusambandsins sem mynduðu þessa klasa sem að gerðu kjarasamninga. Það verður þessi breiðfylking, síðan eru það iðnaðarmennirnir og svo verslunarmenn og hver sig er með sinn fulltrúa í þessari endurskoðunarnefnd og það verður bara endurskoðunarnefndi metur náttúrulega bara af eða á. Og síðan eru það samninganefndir viðkomandi aðila sem að taka ákvörðun það, ætlum að reyna að setjast niður og semja eða segjum við bara upp og þá náttúrulega byrjum við á þeim punkti sem að við
voru með í höndunum þegar að samningarnir losnuðu, ef þeir losna, og væntanlega reyna að semja þá eitthvað annað og betra. Í mínum huga þá þegar atvinnureikendur og fleiri stigu fram í gær og sögðu við þurfum þjóðarsátt, nýja þjóðarsátt, þá hugsaði ég með mér já og í henni á að felast það að launafólkið hætti við að fylgja eftir sínum prinsipum og láti það yfir sig ganga að jafnvel þótt verðbólgan verði meiri heldur en sem nemur þessum mörkum þá verði ekki verkföll og þannig skildi ég það. Hvernig skildi þú það? Já, sjálfsagt eru þeir að meina það sko, en það eru allir hlutir semjanlegir og ef að hægt er að semja eitthvað sem að er launafólki til betri vegar að þá held ég að þessar nefndir, samninganemndir munu skoða það að alvöru. Já. Vegna þess að ég held að við erum ekki að sækjast í átök. Nei. Síður en svo. Nei. Við erum mjög ábyrg samtök og við viljum skoða hvort það er fræðilegt að framleggja samningunum en það náttúrulega vera á vitræðin nótum. Við erum ekki að fara að semja kauplækkun fyrir okkar fólk. Svo. Hvað er þetta að tala fyrir hönd margra félagsmanna? Hvað eru margir? Alþýðusambandið það telur tæplega 150.000 manns. Já. Og í Alþýðusambandinu eru 44 félög, aðildarfélög og 5 landssambönd. En samningarnir, kjarasamningarnir samkvæmt bara lögunum stéttarfélag og vinnudeilu frá 1938 þá liggur alltaf samningsrétturinn hjá aðildarfélagi sambandsins og þau mynda þessa 3 klasa sem ég nefndi hafa tekið sér saman og mynduðu þá sameiginlega samninganefndir þannig að samningarnir og ábyrgð samningarna liggja náttúrulega alltaf hjá stéttarfélagunum. Síðan er Alþýðusambandi bara reglífa samtöku yfir og ef það þarf aðkomi ríkis eða svona sameiginlega sín, þá kemur Alþýðusambandið inn í það. Já. Mér minnir að síðast þegar ég var beðið að koma hér og ræða málin hafi það verið í kjölfar stýrivaxta annarkot hækkunar eða að vonir lækkun gengu ekki eftir. Hvernig leiðir í gærmorgun þegar við heyrðir af því að nú eru þeir hækkaðir 0,25% og við vitum að 2 í nefndinni, peningastefnunefndinni, vildu hækka þá meira en 0,25% og við vitum að Seðlabankastjóri eiginlega lét þau orð falla að við mættum þakka fyrir að þeir hefði ekki hækkað meira vextirnir. Hvernig leið þér og ertu þeirra skoðunar að hann sé einhvern veginn á villustígum bankinn? Mér leið þannig að ég var náttúrulega bara fyrir vonbrigðum vegna þess að ástandið á vinnumarkaðum er þannig að við erum með rétt 5% atvinnuleysi. Við erum með 12.000 manns atvinnuleysa. Það er komin svona niður sveiflu taktur í samfélagið og við heyrum alveg á fyrirtækjum að svona smærri fyrirtæki og meðalstór fyrirtæki mörg hver þeirra eru farin að ströggla. Þetta er langstærsti fjöldin sem er með okkar fólk í vinnu. Það eru lítil og meðalstór fyrirtæki. Þannig að og þau eru náttúrulega bara sitið sömu súpu og við hvað var það stýrivexti. Þau eru skuldug. Þau eru skuldug og þau ströggla líka alveg eins og almenningur og stýrivextir, þeir bitna bara á tilteknum hópi fólks. Þeir bitna á, eins og eðli málsins samkvæmt, bitna á skuldugu fólki og þetta skulduga fólk er að stærstu hluta unga fólki okkar sem er að koma undir sér fótunum. Þetta eru fyrirtækin sem eru skuldug líka. Þetta eru leigjendur sem komast ekki inn á markað vegna þess að leiga er að stærstu hluta tengd, vísitölu tengd, þannig að þetta hækkar bara leiguna hjá þeim, þannig að þetta er alltaf að býta í sama hópin og þess vegna höfum við verið að segja það þarf að horfa á hver rót verðbólgunar er og þá, eins og ég fór yfir áðan, það þarf að horfa til þeirra sem að geta haft áhrif á þetta.
Og ef að við erum að tala einhverja þjóðarsátt eins og samtök atvinnulífsins eru að biðla og samtök iðnaðarins, þá vil ég fá þau bara til að svara því hvaða agavald hafa þau yfir fyrirtækjunum sínum sem að þau geta sagt þið hækki ekki neitt næstu 6 mánuðina, 8 mánuðina, 10 mánuðina. Þannig að við getum annars vegar keyrt niður verðbólguna og eins breytt væntingunum vegna þess að hluti af því sem að að keyra verðbólguna upp, það eru væntingar. Og það eru þessir aðilar sem eru að velta fyrir sig býtu á ég að hækka til öryggis eða á ég að halda verðinu óbreyttu. Og mér fannst það mjög óábyrgt af Seðlabankastjóra að segja að Seðlabankin hann eigi ekki að stýra væntingum í samfélaginu. Auðvitað stýrir að væntingum og þegar að 2 af 3 hefðu vilja hækka 0,5%. Ég veit ekki, ef að það ekki væntingastjórnur, þá veit ég ekki hvað væntingastjórnur. Vegna þess að það búast allir við aftur hækkun og þá allir að hafa borð fyrir báru og vera búin að tryggja sig. Svo hef ég líka verið að lesa greinar eftir viðskipta blaðamenn í erlendum fjölmiðlum sem segja að við höfum ekkert talað ennþá stríðið í Íran og olíuverðshækkanir sem að hafa einhver áhrif og við vitum ekki alveg hvort að verða vaxandi áhrif af því en það eru mjög margir hagfræðingar og blaðamenn, viðskiptablaðamenn sem halda því fram að það sé ekki rétt að viðbragði núna að hækka stýrivexti og þá erum við bara að tala lönd, ekki Ísland, við erum bara að tala heiminn að þegar verði svona viðburður þá sé ekki rétt að bregða strax við með því í hagrænu tilliti að hækka stýrivexti. Nei, Economist og fleiri eru að skrifa þetta. Já, ég held að náttúrulega þetta stríð kemur náttúrulega fyrst í gegnum bara bensínverðið og það nú þegar farið að koma inn og bæði COVID, það var nú sérstaklega þegar Rússarnir réðust inn í Úkraínu, þá hækkaði bensínverð skyndilega og þá fóru sum ríki að gera svona ráðstafanir þeirra hluta vegna þess að gerðu ráð fyrir því að þetta væri bara tímabundið, þannig að þetta færi ekki inn í verðbólguna því að verðbólgumælingar eru svo leiðilegar að því leytinu til að ef að verðbólgan fer upp, það hangir svo hækkun náttúrulega í 12 mánuði þannig til dettur aftur út. Þannig að svona skammtíma áhrif eins og til dæmis bensínverð, það hefur langtíma áhrif. Já, það svona eins og það nefndir áðan var tímasetningin á þessu kílómetragjaldi afskaplega vond. Hún var mjög óheppileg og ég held að við kennum það nú eiginlega allir nema kannski Daði Már. Já. Að það hafi verið með þeim hætti. En síðan aðrir þættir sem að verðhækkanir erlendis og annað þess áttar, það fer ekki að hafa áhrif á Íslandi fyrir eftir langan tíma þannig að ég held að enda stýrivaxtahækkun hefur voðalega lítil áhrif á stríðið í Íran En ég spurði þig áðan hvort þú teldir að Seðlabankinn væri á villigötum með ákvörðun gærdagsins. Hvert svarið við því? Ef ég hefði fengið að ráða þá hefði ég haldið stýrivöxtum óbreyttum vegna þess að ég horfi til þess að eins og ég sagði atvinnuleysið við búum alltaf við það að á þessum árstíma svona svörtustu mánuðirnir að þá er svona staðbundið og tímabundið atvinnuleysi. Það er svona 1,5% meira heldur en svona eðlilegu árferði í dag. Og við horfum til þess að það er eiginlega að aukast ennþá og það er hættan vegna þess að það á þessum tíma á atvinnuleysi að vera að fara að minnka svona þetta náttúrulega atvinnuleysi ef við getum kallað það. Já. Og við horfum líka á það að eins og ég sagði áðan, það eru fyrirtæki fann að ströggla. Þannig að þessi hækkun, hún dýpkar náttúrulega það vandamál sem er á markaðinum og það er alltaf verra eftir því sem við höfum dýpra, það er alltaf verra að fara upp úr því. Þannig að ég gerir ráð fyrir því að Seðlabankinn hafi skoðað alla fleti þessa máls og hvernig hann ætlar að koma þá atvinnulífinu af stað aftur, það sem stoppar.
þeir hljóta að hafa einhver ráð við því. Fjármálaáætlun kynnt í næstu viku, kannski koma einhverjar kanínur þar upp úr hattinum. Þótt ég sé nú ekkert mjög bjartsýnn. Ég nú alltaf að bíða eftir einhverjum aðgerðum ríkisstjórnarinnar. Við erum reynda búin að eiga 2 fundi með ríkisstjórninni sem hafa verið bara á góðum nótum, bara rappfundir, en við höfum ekki fengið neinn svona, ekkert fengið að sjá neitt hvaða aðgerðu þau ætla að grípa til þess að sporna við sko núverandi ástandi. Nei. En svo kemur náttúrulega fjármálaáætlun er náttúrulega uppbygging að sko fjárlögum fyrir árið 2027 sko. Sumir kalla eftir auðlegðarskatti og hækkun erfðafjárskatt sem tækist til þess að koma einhverjum böndum á eitthvað og auka fyrir ríkiskassan. Hver skoðunin þín á því ef einhver? Já, við höfum verið að benda á þetta að sko ef að ríkinu vantar pening, ef þeir ætla að keyra áfram á það að þeir ætla að vera með þennan jöfnuð í útgjöldum og tekjuhliðinni, þá líst okkur illa á það að fara í niðurskurð vegna þess að niðurskurður hann lendir alltaf á almenningi og hann lendir á okkur með þeim hætti að við þurfum að borga bara hlutina með einhverjum öðrum hætti. Svo þegar að vera að draga saman í heilbrigðisþjónustunni eða velferðarþjónustunni eða láta greiðslur til barnafólks og skuldara missa verðgildi sitt sko. Ef ég má skjóta inn í þá held ég reyndar að þessi lag fyrir niðurskurði í stjórnsýslukostnaði hins opinbera. Já, það eru margir þeirra skoðunar sko, en þá þurfum við bara að skoða það og gera það með skynsamlegum hætti ef það liggur fyrir sko. Já. Ég ætla ekki að hafa skoðun á því, en ef það þarf að sækja pening, þá eru við þeirra skoðunar. Það að gera það til þeirra sem að hafa peningin. Já. Og það til dæmis þetta sem þú nefndir. Við höfum verið að tala skattundanskotin. Við höfum verið að tala að stoppa þetta EHF-gat, að fólk geti verið að færa launatekjur yfir í fjármagnstekjur og annað þess áttar. Og það bara sanngirnismál. Þannig að það eru ýmsir þættir sem að ríki getur gert betur við að afla tekna. Já. Ef við tölum aðeins samfélagspólitík, Finnbjörn, sko á hverjum tíma þurfa þeir sem að stýra ríkinu að velja á milli ákveðina hagsmuna. Það hafi núna verið mjög mikil áhersla á það að ríkissjóður, það þurfa að koma böndum á það, fjárútlát, hann skuldi mikið og það þurfa að ná niður vaxtakostnaði og öllu því. Það svona, ég segi nú ekki þessi þráhyggja, en það hefur verið svona stefið í allri tíð Kristrúnar og Daða, síðan þau tóku við. Þau hafa, hvorugt þeirra hefur nokksinni gagnrýnt Seðlabankann fyrir þær ákvarðanir sem Seðlabanki tekur. Þau líta augljóslega til þess með virðingu að hann sé sjálfstæður og telli það ekki sitt hlutverk að trufla bankan eitthvað í sjálfstæðum ákvörðunum. En á hverjum tíma sko er alltaf pólitísk ákvörðun hvort hinir neikvæðu þættir sem fylgja vaxtahækkunum og fylgja þessu brjálæðislega vaxtastígi sem er hérna. Raunvextir hærri en í nokkru öðru byggðu bóli í samanburðarlöndunum, að sko fórnarkostnaðurinn af því að keyra út í svona hávaxtastefnu, hann meiðir einstaklinga, hann meiðir skuldu, hann meiðir fjölskyldur og manni sýnist að efnahagsstjórnum þurfi alltaf að vera einhver jafnvægislist á milli þess að gæta hagsmuna ríkisins til lengri tíma og líka halda utanum þá sem eru í aðeins veikari stöðu. Ég er náttúrulega ekki það sérfróður hagmál að ég viti mikið tæki Seðlabankans, en ég veit það þó að það eru til fleiri úrræði heldur en bara endalausar stýrivaxta hækkanir sem að bankin býr yfir. Fleiri tæki sem að gæti beitt. Og sumum finnst að ég las marga statusa í gær á Facebook hjá vinnum mínum að þetta væri svona, þeir sögðu brandarinn geðveiki, að það væri geðveiki ef þú heldur alltaf áfram að breyta eins og býst við ólíkri niðurstöðu heldur en nokksinni hefur komið, og þá var fólk að tala
að bara það sé eins og Ísland skeri sig frá flestum öðrum ríkjum hvað var þar áhrif af stýrivaxtahækkunum, að hún breyti ekki hegðun fólks í þeim mæli sem ætlast til. Og í gær var umræðan það í umræðu þætti hvort vinstrið á Íslandi væri veikara heldur en nokkurt skeið, og þá ég að tala svona hvernig við hlúum að þeim sem veikar standa og hvernig við beinum athygli okkar að þeim, og þar á meðal stjórnvaldsákvörðunum, efnahagsákvörðunum. Geturðu eitthvað svona, ég nú kannski aðalega bara tjá mínar eigin skoðanir hér, en geturðu aðeins stíð inn í þetta? Já, ég get, þessar stýrivaxtahækkanir sem að hafa verið, eða stýrivextirnir sem að Seðlabankinn ræður yfir, mér finnst að síðastliðin 4 ár hafi bara sýnt að þau eru ekkert að stýra nokkuð sköpuðum hlut. Ekki eins og á að gera. Og það að stórum hluta, við erum náttúrulega með 40% af hagkerfinu á erlendum markaði, sem að öll fyrirtæki, stóru fyrirtækin, kringu 200 fyrirtæki, sem ger upp í erlendri mynt. Þau eru með tekjur í erlendri mynt og þá geta þau tekið lán í erlendri mynt, og þau eru ekkert endilega og þau eru náttúrulega bara, ég segi ekki ónæm, en þau eru lítið næm fyrir þessum breytum sem að Seðlabankinn hefur yfir að ráða. Og síðan, eins og við erum búin að vera að fara yfir núna, báðir tveir, þetta skulduga fólkið sem að situr í súpunni með þessa stýrivexti. Það sem betur fer til fólk sem að skuldar ekki neitt og hefur það gott á Íslandi. En þetta er eiginlega fólki sem aflögufært á líka. En það svolítið í skjóli núna vegna þess að Seðlabankinn hefur kannski engin tök á að ná til þessa, en stjórnvöld hafa það, en ekki að gera það. Og þess vegna erum við alltaf að búa til meira ósamræmi innan samfélagsins, og hvað vinstrið áhrærir, og þá erum við náttúrulega með bara tilfærslukerfi innan skattkerfisins, þar sem að þeir betur settu eiga borga til þeirra sem eru með erfiðari framfærslu, eins og til dæmis barnafólk, eins og til dæmis skuldugir og leigjendur. Þessi kerfi hafa eilíflega, það hefur verið höggvið í þessi kerfi, og við erum þess vegna sýnt og heilagt að draga ríkisvaldið að samningaborðinu þegar við erum með opna samninga, og það virðist vera þannig að almenningur í landinu gerir ekki meiri kröfur til alþingismannanna sinna heldur en það að þeir koma og biðja ásjár hjá verkalýðshreyfingunni að bæta það sem að miður fer hjá stjórnvöldum. Og við höfum tekið því ákalli og við köllum yfirleitt alltaf stjórnvöld til ábyrgðar þegar við erum að opna kjarasamninga fyrir tögurnar og mörgum og á ekki að vera þannig. Við eigum náttúrulega að vera með þetta beina lýðræði þannig að við gerum tilkall til þeirra alþingismanna sem við erum að kjósa að þeir standi við það sem þeir segja. Og eins og til dæmis það að barnabætur haldi verðgildi sínu. En þetta drabbast niður kostnaðar hjá þessari ríkisstjórn, síðustu ríkisstjórn eða ríkisstjórninni þar áður, og við þurfum alltaf að vera með afréttingu á þessum hlutum. Og þetta getum við kannski kallað að sé slök vinstri stefna, ég veit það ekki. Nei, og svona bara minni áhugi finnst mér bara hjá fjölmiðlum og bara minni gaumur gefin að þessum hópi sem við höfum svolítið verið að ræða í dag, þessum skuldugu leigjendum, fólkinu sem að hefur engin úrræði til að breyta hegðun sinni þótt að vera í stýrivaxtahækkun, hefur ekkert borð fyrir báru. Það eru eins og þú varst kannski aðeins að koma inn á áðan, einkum þeir sem eru vel aflögufærir sem að geta breytt hegðun sinni þannig að stýrivaxtatækin bíti en þeir kannski þurfa þess ekki. Það náttúrulega
einhver sko millivegur hérna á, þetta ekki alveg svart og hvít sko, það hægt að hafa áhrif á einhvern hópin en það tildulega lítill hópur og þetta alveg rétt eins og þú segir að samkvæmt sko skoðanakönnun sem Varða gerði að þá 30% af fólki á vinnumarkaði sem að hefur valla sko ofan í sig, sem sagt það hefur ofan í sig á en það á ekkert umfram það. Það getur ekki tekið á móti 50.000 krónur óvæntum útgjöldum. Og hérna, en síðan þessi 70%, svo eru þau allt leitrófið þar fyrir ofan, sko, alveg frá því að vera að ströggla og þeirra laun fara bara í nauðþurftin, eins og ég sagði áðan, og svo upp í bara fólk sem hefur að verulega gott. Og við þurfum náttúrulega að jafna þetta og þetta gert með skattkerfinu að hluta til, en við þurfum bara að ganga lengra vegna þess að skattkerfið svolítið blind að því leitinu til að ef það heiti fjármagnstekjur þá það með lægri skattþrep. Við erum þetta EHF fyrirkomulag sem við getum fært til eftir því hvernig skattarnir eru og við þurfum bara að laga þetta kerfi og það myndi gefa ríkissjóði líka töluverðan pening. En sko ekki vandi Kristrúnar sagði hún ekki fyrir kosningar að engar skattahækkanir á hennar vakt, svo bara að hafa sko þjóðhagsmál og heimsmálingur breyst. Já, það getur vel verið hún hafa sagt það, ég þekki það ekki, en mér finnst þetta bara svo augljóst að ef við ætlum að reyna að hafa áhrif á þessa verðbólgu enn og aftur, þá verðum við að fara að rótum verðbólgunar. Mér langar í lokin, Finnbjörn, aðeins að velta þið upp við hvort sko þessi tímar sem við lifum og við höfum aðeins komið inn á það kann raunverulega vera þannig að fyrirtæki fækki störfum í ljósi ástandsins og skuldir þeirra eru miklar og það er oft þannig í svona ástandi eins og við erum að upplifa núna að það svona það dettur niður dautt eitt og eitt starf og hérna ertu með einhverjar upplýsingar það sko stöðu fyrirtækja út á landi, á landsbyggðunum versus höfuðborgarsvæðið svona, að ég efast ekki að þið eru þarna, heyrið oft í ykkar fólki og einhver leið að meta það? Nei, sko, staðbundnasta atvinnuleysi náttúrulega Suðurnesin og þau eru náttúrulega rosalega háð ferðamennskunni. Þannig að það hærra atvinnuleysi þar heldur en annars staðar á landinu en að meðaltali þetta 5%. Það svona þokkalegt atvinnuástand sko víða landi, ég ekki með það bara niður á stað og stað sko, en þetta svolítið misjafnt eftir landslutum. Það sem ég heyri og ég heyri kannski mest úr byggingageiranum að því ég kem þaðan sko, að þessi minni fyrirtæki þar sko, þau eru í vandræðum vegna þess að bara hefðbundin fyrirtæki eru orðin sko undirverktakar hjá þessum stóru fyrirtækjum og þessi stóru fyrirtæki eru ekkert annað heldur en bara fjárfestarnir sem eru að byggja íbúðarhúsnæði. Heiðarlegi einyrkinn í smá hættu? Já, hann er í hættu og hann er orðin undirverktaki en það sem að sko mér finnst vera svolítið áhyggjuefni líka. Nú erum við að fara í sveitarstjórnarkosningar sem hið besta mál. Ég hef svolítið áhyggjur af orðræðinu sem komin í pólitíkina og ég heyri það bara mjög í kringum mig að þessi orðræðar sem á Alþingi að ég held að þeir eyða eins og einum degi í það að velta fyrir sér þeirri ásýnd sem að þeir að sýna þjóðinni núna með sinni orðræðu og ég ætla ekki að fara að draga einn út úr í því. Ég held ættu að eyða einum degi það að velta fyrir sér hvort að þeir sé að gera bara samfélaginu gott með þessari ásýnd sem Alþingi með núna vegna þess að ég held að sé að grafa töluvert mikið undan svona virðingu sinni með orðræðunni. Getur þú skýrt aðeins betur hvaða orðræðu þú áttu? Já, ég er bara að tala hvernig menn eru farnir, eða hvernig alþingismenn eru farnir að leggjast á hvert einasta mál sem framfer. Kannski þetta að hluta til fjölmiðlarnir vegna þess að þeir eru svo uppteknir af því að taka neikvæðir hlutana upp.
En ég heyri alltaf meira og meira, sko. Maður fer í heitu pottana og maður mikið á fundum og annað þess áttar, að maður heyrir alltaf meira og meira að þetta gengur fram að fólki hvernig Alþingi að starfa, eða starfleysi þess þessa mundir. Og þetta var líka í fyrrahaust. Þú ert að tala málþóf? Ég að tala málþóf og ég að tala bara hvernig fólk talar hvert til annars. Upprópanir og smellibeitur? Já. Og hvernig þú reyður þér leið í gegnum athyglismúrin? Já, ég held að Alþingi eigi að taka þetta bara upp sem sérstakt mál, hvort geti gert betur í þessu, vegna þess að ég held að, sko, ef þetta fer að líða inn í sveitastjórnarmálinu og sveitastjórnarpólitíkina líka, hún viðkvæmari fyrir svona hlutum og ég held að þetta verði til þess að fólk veigri sig við að taka þátt í pólitískur umræði. En pólitísk umræða sko undirstaða þess að þessi lýðræði í landinu. Því trúið í hér á samstöðina, minnstu kosti. Já. Og samfélagspólitískur áhugi mikilvægur. Við þurfum að hafa... Já, og við þurfum að ræða málið svona upprópunarlaust, sko. Það allt í lagi að missa stjórn á skapið sínu svona af og til, ef þú ákveður að missa stjórn á skapið sínu. En aftur á móti, þannig að þú notaði þeirra, en aftur á móti eigum við að geta haldið út í orðræðu á Alþingi með þeim hætti að þessi sómi að því. Ég sá einmitt færslu hjá Ingu Sæland á Facebook, þar sem hún var að birta myndband með sjálfri sig þar sem hún talar í vélina og lýsir ástandinu niður á Alþingi bara sem alveg skelfilegu, sko. Þetta sé bara niður yfir söfl, þau eyðileggi allt, það sé ekki hægt að ræða nein mál, það sé ekki hægt að koma málum að sem allir séu sammála eins og eitthvað sem varðar brotamenn erlenda eitthvað, skilurðu. Já, ég held að sé sama hvert málefnið sko, að fólk á að geta, sko, og við eigum að hafa valið okkur þannig alþingismenn að þeir geta talað af yfirvegun að þeim málum og þeir þurfi ekki að koma 14 sinnum upp undir sama málefni. Þeir hljóta vera það, glöggir að koma máli sín á framfæri að þeir þurfi ekki 14 umferðir til þess að gera það, sko. En ASÍ með stefnu eða viðhorf gagnvart ESB? Alþýðusambandið með þá stefnu að við hvetjum okkar félagsmenn til að taka þátt í atkvæðagreiðslu þegar hún verður. Við munum móta okkur stefnu í, móta okkur samningsmarkmið í þeim málefni sem að viðkoma launafólki og það náttúrulega vel flest málefni þannig og síðan bara munum við reyna að vinna að því í þegar að aðildarviðræður hefjast að halda okkar málefnum á lofti og síðan treystum við fólki til þess að taka ákvörðunum það bara eitt og sér hvert fyrir sig. Þannig að við munum ekki reyna að hafa áhrif á það öðruvísi heldur en það að við reynum að koma okkar sjónarmiðum á framfæri. Því að ég held að það sé ekki skynsamlegt af 150.000 manna samtökum að fara að berjast með eða móti einhverju tilteknum málefni. Við munum reyna að vera upplýsandi þannig að fólk geti tekið sínar ákvarðanir sjálft. Við erum ekki búin að klára umræðinu það hvernig við förum í þetta en ég mun leggja þetta upp með þessum hætti að við reynum að vera upplýsandi en aftur á móti að þá treystum við okkar félagsfólki til þess að taka ákvörðun út frá eigin bara sín á aðildarviðræður. Kannski misheyrðist mér eða kannski mismæltir þig en mér finnst að þú hafi sagt þegar við hefum aðildarviðræður, vantar þetta ef? Þá hef ég mismælt mig vegna þess að við hefum eftir að sjá hvort við förum í gegnum þetta. En ég held að og þetta eitt af því svona alveg dæmigerða málefni sem að við eigum að reyna að vera með yfirvegun vegna þess að þegar við förum í þessar umræður það hvort að við ætlum að taka þátt í aðildarviðræður með ekki eða fara í aðildarviðræður að þá finnst mér við þurfum að vera bara með réttar upplýsingar það hvernig hlutinni ganga fyrir sig heldur en að fara þá í skotgrafinnar
það gangi ekkert og ekkert að sækja eða þá að við erum að sækja gull og græna skóga. Þannig að við þurfum að vanda okkur svolítið í þessu. Já, við þurfum líka átt okkur því að íslensku umræðu hefð svo mörkuð hagsmunum og hagsmunabaráttu og í einhverjum tilvikum sérhagsmunabaráttu og við þurfum einhvern veginn að horfa í gegnum það hver að tala þarna og hvers vegna. Það oft talað það að við þurfum bara að efla skilning Íslendinga á auka upplýsingalæsi og allt það. Já, og svo þurfum við náttúrulega að reyna að komast í gegnum alla upplýsingaóreiðuna til viðbótar. Þannig að það verður margt að gera en það svona ný umræða sem að við erum kannski óvönust að taka þátt í. Einmitt. Kæra þakkir fyrir komuna, Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ. Já, þakka þér fyrir. Og áframgöngu við göttuna, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Það ansi forvitnilegt og fróðlegt að fylgjast með félagsmiðlum þessa dagana. Íslendingar iðnir að leggja fram hitt og þetta, hvað varðar til dæmis samanburð á lífskjörum á meginlandi Evrópu og Íslandi og eitt sem ég rak augun í nýverið var færsla hjá honum Magnúsi Einarsinni, tónlistamanni og fyrrverandi dagskrárgerðarmanni, manninu með röddina sem að þið þekkið öll. Hann hefur búið að mér skilst á Ítalíu, Englandi og Spáni og hann segir að það sé hlægilegt að heyra heimalningana í stjórnarandstöðinni orga og hrýna eins og stungin grís þegar Evrópumál ber á góma og mér langar að heyra í Magnúsi og fá aðeins að vita meira þennan samanburð. Þú ert á línunni, það ekki og heyrir í mér, Magnús? Ég heyri vel í þér, já. Ljómandi, takk fyrir að vera hér með okkur. Þú ert í Eyjum eins og við sjáum á þínum bakgrunni. Jú. Gullfallegur staður. Jú, ég hérna. Já, það rok og rigning í Eyjum eins og stundum áður. Já, ég held að það sé nú bara meir og minna á öllu landinu núna og það svo sem líka rok og rigning í umræðinni og gustar hressilega en ég ætla nú að reyna að fá bara svona að heyra í þér eins og ég nefndi í inngangnum ef við byrjum á þessu orðalagi sem ég vitnaði til þér finnst heimalningarnir í stjórnarandstöðinni orga og hrýna eins og stungnir grísir. Já, þetta nú kannski svona, en mér finnst þessi umræða oft vera ofsalega byggð á vanþekkingu og líka vanmati. Þetta heimóttarlegt, þetta svona, það eins og þessi menn séu allir í sauðalitum og hafi aldrei bara hvorki búið ælendis né skilið hvað Evrópa stórkostleg, þetta besta álfa í heimi. Þess vegna fólk að fara þangað, þess vegna vilja allir fara þangað, þess vegna vilja allir vera þar. Þó að blási móti núna efnahagslega í einhverja tíð, þá Evrópa sú heimsálfa sem að ber að. Hvað varðar menningu, hvað varðar pólitík. Hér ekki, þó að þarna séu vissir hópar að naga rætur lýðræðisins eins og við höfum heyrt og þekkir, þessi hægri sinnuðu öfgahópar, að þá þetta stærstum hluta lýðræðisleg og siðferðilega mjög áberandi best af öllum heimsálfum.
Já, það skásta sem boðið er upp á. Það held ég er alveg sannfærður um það. Já. Við hérna út á Íslandi, við erum hérna náttúrulega svolítið einangruð eyja út í úpnu hafi, úpnasta hafi sem er til á jörðunni og það er langt í næstu lönd. Við erum ekki með í landamæri, við erum bara eyja. Fólk í Evrópu það er annað, það er allt annað að búa þar. Þar eru landamæri, þar getur frjálsferðaðina. Þetta sko, ég bjó fyrst í Evrópu fyrir rúmum 40 árum, rúm 40 ár frá því ég bjó fyrst í Englandi og svo á Ítalíu. Og þá voru hlutinir svolítið öðruvísi heldur en núna í dag og hlutinir hafa breyst gríðarlega á þessum tíma. Evrópusambandið er stórkostleg tilraun til að búa til friðsamt og flott samband ríkja. Þetta eru 24 þjóðir sem eru þarna samankomnar og það er enginn þeirra sem eru á leiðin út. Og þeir sem fóru út, það er að segja Bretar, með naumum meirihluta, þeir vilja ólmir komast inn aftur. Ungt fólk á aldrinum 16 til 30 á Bretlandseyjum, 80% þeirra myndu kjósa að fara inn. Þetta eru bara einfaldar staðreyndir. Svíjar, Danir, Finnar, allir lukkulegir með Evrópusambandið. Ég veit ekki af þetta fólk í sauðalitunum hér heima sem að vil helst ekki hafa neitt samband, vil vera í sambandi við Bandaríkin. þar sem er hnignandi lýðræði á öllum sviðum. Já. Ég skil ekki þá pólitík. Það sem þú ert að lýsa er ansi ólíkt hinu brennandi húsi sem er ein eftirlætis líking þeirra sem vilja ekki við komin nálægt ESB. Já, það er merkilegt að inn í þetta brennandi hús sækja þeir sjálfur þegar þeir fara í frí. Eða fara í ferðalög. Og það inn í þetta brennandi hús fer megnið af Íslendingum sem er leitað til fara til náms eða starfs erlendis. Það er inn í þetta brennandi hús. Og af hverju skyldi það vera? Það mætti spyrja sauðarleitin að því. Það mætti spyrja sauðarleitin að því, já. En segðu mér aðeins svona á þínu skinni þar sem þú hefur reynt með samanburði að búa á meginlandi Evrópu og hér, ef við tökum bara efnahagsmál, þetta hagræna, þetta veraldlega, peningamálin, bankamál og annað, hver er samanburðurinn? Ég er nú engin sérfræðingur á þessu sviði, en það er ódýrar að búa þar að segja, matvæli eru miklu ódýrari og húsnæði í mörgum tilfellum töluvert ódýrari. Það fyrir eftir náttúrulega, ef þú ætlar að búin í borg, inn í einhverju miðborg, í stórri borg, þá þarf það að borga fyrir það. Töluvert fé, það er ekki ódýrt að leigja eða kaupa húsnæði inn í stórum borgum, inn í miðsvæðis. Ég hef búið í París, ég hef búið í London, ég hef búið í Milano og Ítalíu og víðar og ég veit alveg hvað er að tala þar. En það er þessi gæði sem felast í hvað við segja, þú þarft ekki endilega að elda alltaf heima hjá þér. Hérna í Vestmannaeyjum er það tölverður lúxus að fara bara á matsölustað, þá kaupin hamborgara. Og pizza hérna kostar 10 sinnum meira heldur en pizza í Berlín. Þannig að það er, og gæðin, það er að segja að matvælin eru miklu betri. Á þeim level veit ég alveg hvað ég er að tala um. Það er að segja matvæli, þjónusta, það er ekki okrað á þessum hlutum eins og hér heima. Heldur að það myndi breytast með eingöngu í ESB? Heldur að við sitjum ekki upp með fámennis, vandan, okrið? Er líklegt, finnst þér að það kemi samkeppni að utan? Ég skal ekki fullera neitt um það, en ég bara vona það. Það aukast líkur á því allavega. Ég tel að myndi aukast líkur á því að myndi lagast þetta vaxta okkur, þetta yfirgengilega okkur sem viðgengst hér á flestum sviðum.
Núna það síðasta var triksið hjá bönkunum. Núna þarf að borga 400 krónur að leggja reiðufé inn á bankareikning. Já. Það er nýjast. Já. Þetta er alveg með ólíkindum. Já. Og núna var ég að lesa það núna áðan, ekki núna í morgun, að Seðlabanki Evrópu, hann ætlar ekki að hækka stýrivexti þrátt fyrir þessar óeirðir þarna í Miðausturlöndum. Hann er áfram 2%. Ég hef einmitt verið að lesa greinar í erlendum blöðum og viðskiptatímaritum að það sé ekki gáfulegt þegar svona viðburðir eins og þeir eru sem Íransstríðið að byrja strax á því að hækka stýrivexti. En Magnús, sko, við erum sannarlega í skopparaboltahagkerfi hér á Íslandi. Ég hef líkt þessu við kennitölu lottó. Það getur skipt öllum möguleika þína til þess að hafa það sæmilegt hvort þú fæðist 50, 55, 60, 65 eða 70 og sennilega á það líka við nýlegri tíma. Ertu handvissum að við myndum ná að koma böndum á þessa efnahagsóvissu, óstjórn? Er líklegt að festan myndi færast yfir Ísland með inngöngu í ESB? Já, ég til að við séu líkur á því allavega. Ég myndi veðja á það. Það er mikið óskaplega með að vera lélegir í Brussel eða eru verri heldur en okkar hagstjórnarspekingar. Ég bara trúi því ekki. Við skulum bara bera okkur saman til dæmis við, það eru eilönd innan Evrópusambands, við skulum bara segja Malta, sem gekk í sambandi fyrir 20 árum, 2004-2005 eitthvað. Þar er hagvöxtur núna í 7%. Og sko munurinn, breytingin sem hefur orðið á samfélaginu þar á þessum 20 árum er alveg ótrúleg. Hann er ótrúlegur, svo breyting er ótrúleg og þarna þeir kusu með, ég held að það var svona rétt rúmur meiri hluti fyrir því að fara inn í Evrópusambandið. Ég held að það veri 53-47. Núna, þetta er mikið hug að fara út úr sambandinu. Alveg rétt sem hún nefnir. Það er ekkert ríki sem er inn í Evrópusambandinu mikið að velta því fyrir sér að fara út og Bretar dauðsjá eftir því Já. Sko hérna í Vestmannaeyjum, ég segi nú oft við Vestmanninga til að stríða þeim, ef við viljum fá bæta samgöngurnar við landið, við norðureyguna, göngu þá í Evrópusambandið. Sjáu þið til dæmis Madeira sem er eins og svissneskur ostur eftir öll jarðgöngin sem voru grafin eftir að Portugal fór í Evrópusambandið. Það er bara alltaf algjör breyting. Mér finnst nú skemmtilegt að þú skuli nefna Madeira. Ég hef einmitt nefnt Madeira sjálfur í mínum umræðu þáttum sem svæði þar sem íbúarnir í þessu samgöngulega tilliti sem þú nefnir, það er eins og fyrir Krist og eftir Krist bara. Já, auðvitað er ekkert allt briljant í Evrópusambandinu og ýmsan vanda þar að etja. Og það er ekkert auðvitað að bera Ísland saman við Evrópu, það er eins og bera sig saman Grímsey og Landið bláa. En það eru ólíkir hlutir, en auðvitað höfum við Íslendingar margt sem er eftirsóknarvert. Og þá ekki síst þessi fáránlega flotta náttúra sem við búum við og eigum. Og það er það sem maður heyrir í Evrópufólki, eða fólki í Evrópulöndum segja, já, þetta er svo fallegt land, þetta er svo glæslegt, þetta er svo þessi gríðarlega þetta víðerni, þessi ósnerta náttúra, þetta heillar fólk. Í Evrópu, það er svona einn af ókostunum, þú ert aldrei út úr byggð. Þú ert að fara kannski upp í 3000 metra hæð upp í fjöll til að komast í burtu frá mannfólkinu. Já, annars er hver einasti fer millimetri skipulaður og manngerður. Já, ég menna, fólk fer til Hollands eða til Belgíu eða Frakkland, það er ekki mörg auðsveiði þar. Nei.
En ekki einmitt svolítið snúið fyrir þig að heldur þeir ekki bara eftir að buffa þig eftir þetta viðtali hérna félagar þínir í Vestmannaeyjum sko, ég sjálfur frá Mývatnssveit og ég er ekki viss að ég hef fundið neitt íbúa þar allavega ekki af bænda kynslóðinni sem vill gangi í ESB og við þekkjum þetta útgerðaraðilar og bændur og það er miklu meiri andstaða við ESB hugmyndina úti á landi heldur en á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt könnunum og jafnvel nýlegum könnunum sem við höfum rýnt í. Ertu ekki, tekur ekki hérna, verður persóna non grata? Nei, þetta er yndislegt fólk hérna í Eyjum og þó þeir sko eigi eftir að sjá ljósið hvað var Evrópu. En það er alltaf von. Já. Gefur lítið fyrir útgerðar hagsmunina, sko það er náttúrulega tönglast á ýmsu. Ég er alveg sammálaður með orðræðin, hún er gjörsamlega óboðleg og hérna en það eru sannarlega eins og með orku innviði og fiskinn og fleira við hérna vitum svo sem ekkert hvernig þetta mun þróast en það er kannski eðlilegt að til dæmis Vestmannaeyingar séu margir hverjir skeptískir á þessu stigi eða eitthvað? Já, auðvitað eigum við að vera skeptísk gagnvart öllum samningum. Það er ekkit fast í hendi fyrir að menn sjá hvað er í boði. Og auðvitað viljum við vernda okkar auðlindir og auðvitað. Og það er bara, ég bara treysti þessum pólitíkusum sem nú erum við völd til að fara og semja fyrir okkar hönd. Já, þú gerir það og þú þig grunar að við gætum fengið viðunandi samningsniðurstöðu? Ég heldur séu miklu betri stöðu núna heldur en þegar fóru síðast 2009. Þú ert semst á sömu skoðun og Kristrún Frostadóttir. Hvað það varðar af hverju erum við betri stöðu núna en 2009? Við þarf að segja, ég held að Evrópusambandið vilji fá okkur inn. Og við erum með þjóð sem er í engu, við erum ekki búin að ljúga til hag okkar eins og Grikkir gerðu og svipum við aldrei segið það því. Okkar stað er miklu betri heldur en hún var. Já. Við vorum náttúrulega svolítið á hnjánum, þannig í þessu 2009-13 ævintýri og það var það að við fjallum á fótum fram sko og það var eiginlega kannski það var kannski það sem þurfti til þess að við færum að við hæfum þetta ferðalag sem við kláruðum svo ekki vegna ákveðina svika. Núna við orðsporið sem fór af okkur eftir hrunið var náttúrulega alveg hræðilegt út alla Evrópu. Men ég frétta fólk í Íslendingu sem að fóra á bar út í Hamborg og var að hlusta á músík og það var svona skemmtileg stemning. Þetta var akkurat 2009 og svo eru músíkantarnir spyrja hvaðan þið hérna, alþjóðlegt fólk og þegar Íslendingur segja Ísland og þá sögðu músíkantarnir heyrðu, látið hattinn ganga svo við getum borgað undan hann heim. Já, maður þurfti að taka nokkur högg á bringspalirnar á þessum árum. Já. Nei, það er allt önnur staða núna. Já, það er allt önnur staða núna. En sko, maður heitir Hrólfur Vagnsson og hann er að skrifa líka, hann hefur 20, hann segist það var búið nokkuð jafnt í 2 ESB-löndum með lögheimili öðru þeirra síðustu 40 ára eða svo. Hann segir síðustu 20 árin vinn ég síðan á Íslandi á sumrin, sem sagt löng reynsla í samanburði á þessum löndum. Ekki út frá hræðslu, áróðri og ósannundum þeim sem tröll ríða nú öllu heima á Íslandi heldur af persónulegri reynslu úr lífi mínu innan landamæra ESB og hefst á lesturinn hvort það voru fasteignir, fyrirtæki, lánamál, velferðarkerfið, heilbrigðiskerfið, kúltúrin, munurinn er svo rosalegur það er nánast ómögulegt að bera þetta saman. Íslendingar eru reyndar miklu skemmtilegri en allir hinnir, segir hann, en það er ekki alltaf nóg. Svo spyr hann hvað eru þessi þjóðernissinnar á Íslandi eiginlega hræddir við. Það er eins og þeir hafi aldrei stigið fæti út fyrir landsteinana og þá komum við að því sem að þú hófst þetta spjall á. Já, það er þessi heimóttarskapur sem er svolítið pirrandi og þegar mennum fara að tala brennandi hús og allt sé að sökk og allt sé
á niðurleið sem er bara hreinlega rangt. Jú, auðvitað, þjóðverjar eru í vanda núna, það er ekki þjóðartekjur hafa farið minnkandi og hagvöxtur þar mælist í prómillum frekar en prósentum. En menn megum ekki gleyma því að þjóðverjar, þetta er svakaleg þjóð sem að reis tvisvar upp eftir ófarir í heimstyrjöldum á síðustu öld. Og ég hef alveg fullan trú á því að þjóðverjar munu, þeir munu breyta stöðunni sér í hag. Já. En þetta með þunglamalega kerfis, umsýslu, stjórnsýslu, kostnað, fjarlægðina frá Íslandi, líkurnar á að við verðum svona eins og krækibir í helvíti, gefur lítið fyrir þetta? Já, ég held að það sé að við höfum þá allavega rödd sem heyrist. Og það er mjög mikilvægt að hafa rödd sem heyrist á þinginu, það er því að það má fólk tala saman. Núna eru, ég sá það um daginn, það var einhver sem sagði að þingmaðurinn frá Eskifirði, akkur heldur hann að hann hafi einhver áhrif, þegar hann er bara 0,1% af þingmönnum. Það að hafa aðgang að samtalinu skiptir megin máli. Það er ekki, þau þurfum ekki fleiri 100 þingmenn. Við þurfum að hafa rödd. Hvenær hófst þú störf sem dagskrárgerðarmaður, Magnús? Það var 85 hjá Árás 1 þegar útvarpið var á Skúlagötu. Já, allar götur aftur til þess tíma. Já, og þú hefur allan þinn tíma fylgst með þjóðmálum og þjóðmálaumræðu eða hvað? Já, auðvitað, eins og flesti gera, en án þess að taka beinan þátt, ég hef ekki verið flokksbundinn og ég er ekki þáttakandi í pólitík nema sem áhorfandi og svona í samtölum. Og þú hefur enga hagsmuni að tala með þeim hætti sem þú gerir. Þú ert bara að lýsa þinni reynslu og viðhorfum. Já, ég hef nú reyndar aðeins verið að starfa í Evrópu sem fararstjóri ásamt konunni minni. En meira núna undanfarið í Afríku, þannig að mínir hagsmunir eru afskaplega, þeir mælast í nanomillimetrum. En ég spurði þið þessara spurninga til þess að kannski leið okkur að atriði sem við tipluðum á áðan sem þjóðmála umræðan að það er náttúrulega vandamál og ég veit ekki hvort þú getur lagt mat á það, hvort þú getur borið saman þjóðmála umræðun í dag við stöðuna fyrir á tímum en ég skal bara taka það fram að ég hef ekki hugmynd um mína eigin skoðun hvað ég mun gera ef það kemur til þess að Íslendingar greiða atkvæðum aðild eða ekki. Mér finnst ég ekki vita neitt um það en ég átta mig vel á kostum þess að fá raunverulega skoðun á því, þannig að ég styð þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst en mér finnst umræðan eins og þér heyrist mér á þér algjörlega óboðleg og ég er að velta fyrir mér hvort þetta hefur alltaf verið svona. Getur þú hjálpað mér með það eða er þetta óvenju slæmt núna? Með þessi aðgangur á samfélagsmiðlum hefur breytt umræðinu tölvöld mikið. Það er að segja að hér dagblöðin, miðlarnir sem við höfðum fyrir 50 árum, þeir eru nánast allir horfnir. Nema og mokkinn er búin að útturnast, sá miðil sem eftir er. Já, og Ríkisútvarpið er náttúrulega hvað sem hver segir, þá er það óhlutdrægt. Mér er alveg sama hvað þeir segja í stjórnarandstöðinni eða pólitíkurinn segja yfir leið. Ég vann hjá Ríkisútvarpinu í 35 ár og halda því fram að Ríkisútvarpið sé með einhverja sérstakar skoðun eða sé eitthvað samantekin ráð af fréttastofan eða hjá dagskrárgerðarmönnum að níða skóinn af stjórnvöldum hversu þau eru hverju sinni. Það er bara algjör út í hött. Því ætti starfsmenn Ríkisútvarpsins að hafa hagsmuni að því.
til hvers og þessar árásir á fréttastofu í Ríkisútvarpsins er algjörlega fáránlegar og tilhæfulausar og þjóna einhverjum mjög einkennilegum pólitískum tilgangi. En þannig að þú nefnir samfélagsmiðluna sem svona afl sem íkir þjóðmálaumræðuna og náttúrulega dreifingin upplýsingum allt önnur heldur en þegar hann var stýrt við hliðvarsla fjölmiðla, hún réði því einu sinni hvað almenningur fékk að heyra og hvað ekki en það er breytt staða. En heldur þetta sé eru við alltaf einhvern veginn að verða verr og verr í umræðu hefðin eitt sem þetta líka í hug ummæli Laxness það að við höfum bara aldrei kunnað að takast á alvöru kjarnamál við eyðum allri orkunni titlingaskítinn, það næri ekki alveg utanum alvöru þessa máls finnst mér en mjög oft mann að festast í algjörum aukaatriðum. Já, það er mikið til í þessu og þessi polarisering þegar að vera stjórnarandstaða, landsbyggðin, höfuðborgarsvæðið, etc. Hún er mjög slæm. Já, hún er það. Heyrðu Magnús, það er búið að vera gaman, fróðlegt og áhugavert að heyra í þér og við munum halda áfram að taka viðtöl við fólk sem er með skoðanir. Sumir leikir, aðrir lærðir. Þú ert búin að færa ákveðin rök fyrir þinni skoðun og næst heyri maður kannski einhverjum alveg kolvitlausum nei andstæðingi. En við erum allavega sammála það að það væri óskaplega þægilegt ef við gætum fengið aðeins minni heimáttarskap eins og þú segir og aðeins málefnalegri umræðu. Já, og ég vil fá að kjósa aðild að Evrópusambandinu þegar samningur liggur fyrir. Já. Og þá mun ég gera upp hugmynd, já eða nei. Það fer eftir hvernig þá samningur lítur út. Einmitt. Kærar þakkir fyrir spjallið, Magnús. Takk sömuleiðis. Og áfram göngum við götuna, kæru hlustendur, ekki fara langt, nýr kafli eftir andartak. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið bless og sæl. Gestur minn í dag er Sveinn Rúnar Hauksson, læknir, sem ætlar að spjalla hvað ætlar hann ekki að spjalla því að hann hefur komið svo víða við. Vertu velkominn, Sveinn Rúnar. Ræði fyrir. Mér datt í huga að fá því í spjall við mig vegna þess að stundum þegar að svona átök geisa eins og í Palestínu, að þá er eins og almenningur verði svona dálítið ónæmur fyrir þessu. Og við horfum upp á rústirnar þarna í hverjum fréttatímanum fætur öðrum og þá dettur mér allt inn í huga að spyrja þig hvernig er líf hins almenna borgara þarna? Þetta er náttúrulega ekkert líf. Það, eins og þetta er núna, það eru lang flestir sem að hýrast í tjöldum, lélugum tjöldum mörgum hverjum og fáir sem að eru í húsarústum og hafa reynt að koma sér fyrir á einhverjum hlutum sem eru ekki alveg allir að jörðu og það er engin atvinna, það er ástandið algjör skortur á öllum sviðum. Það eru komin einhver hjálpagögn þarna inn núna, eða ekki? Það er komið minna en 10% af því sem þarf. En það var aftur lokað núna á öll landamæri þegar árásirnar hófust á Íran. Af hverju?
eigum að reyna að útskýra stefnu Ísraels? Nei, í rauninni ekki. Það mjög erfitt, hún er svo einkennileg skulum bara að segja, hún er svo óskiljanleg, hún er svo grimm, hún felur í sig svo mikla fyrirlitningu fyrir manneskjunni og sérstaklega fyrir palestínsku lífi, mannslífum, börnum og öðrum, að það er engin virðing, þetta er bara eitthvað sem er fyrir og eitthvað sem á bara að fara. Það verður oft verið talað þjóðarmorð þarna og manni sýnist sem svo sé að þetta er ekki bara stríð, það er verið að útrýma þjóðinni. Já, þjóðarmorð er náttúrulega lagalegt hugtak sem að ég ætla ekki að fara út í þessi en það felur í sér að það er verið að útrýma hópi eða það er vilji og aðgerði til að gera það, hvort sem það hefnast eða ekki. Og þá er það skilgreind sem þjóðarmorð og við erum aðilar að samningi Íslendingar þannig okkur ber að taka slík mál til okkar og hefja aðgerðir gegn viðkomandi aðila. Mér er þetta óskaplega vænt þessa frétt og það gerði fleiri menn mér að þykja vænt þá frétt að Ísland skyldi gerast meðflutningsmaður að kæru Suður-Afríku gagnvart Ísrael, það er að segja kæran þjóðarmorð sem er nú til meðhöndlunar hjá Alþjóðadómstólnum í Haag. Fyrir mér er þetta náttúrulega engin spurning að þetta er þjóðarmorð því að það er beinlínis yfirlýst stefna, þeir fara ekki lengur í felur með þetta ráðherrarnir sem að fremstir ganga þarna sérstaklega náttúrulega Smotrich og fjármálaráðherra og Ben Gvir þjóðaröryggisráðherra, þetta eru svona menn sem að Netanyahu hefur sér á hægri og vinstri hönd og eru gríðarlega öfgafullir og tal þeirra er svo ótrúlega hatursfullt að þú getur ekki ímyndað þér það. Og þetta er búið að vera lengi svona. Hugsaðu þér það að ég var, ég er nú búin að vera að koma þarna síðan 1990. Ég held að það hafi verið 94 frekar en 5 snemma árs að þá var komin bandaríkjamaður til Ísrael sem að var læknir aðmennt og hann tekur þá ákvörðun að fara á föstudagsmorgni inn í Abrahams moskuna í Hebron. Við erum vini og förum alltaf til Hebron þegar við komumst þarna síðustu jól, næstsíðustu jól. Það er Abrahams moskan sem í raun og veru ætti að samin og samin í sjálfu sig öll trúarbrögðin, hvort sem það er íslam eða gyðingdómur eða kristni. Abraham er svona faðir allra þessara trúarbrögða. En þarna fer þessi maður í hermannabúningi, þessi læknir í hermannabúningi, Goldstein, og hann drepur eins marga og hann getur af fólki sem er þarna í guðsþjónustu. Bara saklusum borgurum? Aðalega, þetta er eins og í kirkjunni hjá okkur af guðsþjónustunum þessum tíma, þetta er aðalega eldra fólk og svo börn. Og komst hann upp með þetta? Hann komst upp með þetta, en hann fellur sjálfur þarna í moskunni, en hvernig bregst umhverfið við, er hann fordæmdur fyrir þessi morð, þetta fjöldamorð? Nei, hann er dýrkaður fyrir það. Og í Kiryat Arba, landaránsbyggðinni sem er rétt fyrir utan Hebron þar sem hann átti heima, það er reist minnismerki hann. Og mér er þetta í huga að nefna þetta í samband við ráðherrana núna sem ráða ferðinni í Ísrael, að Ben Gvir var sagður hafa upp á skrifstofu sinni risastóra mynd af þessum lækni Goldstein. Þetta er hetjan hans. Hugsa sér. Þetta er andrúmslofti sem að barnin alast upp við í Ísrael. Já, en ég velti því fyrir mig sveiturúnar að það er ekkert mjög langt síðan að það geisaði stríð í Evrópu í Júgóslavíu, fyrir Júgóslavíu. Já. Þar voru menn dæmdir fyrir þjóðarmorð. Já. Hver er munurinn á þessum tveimur stríðum?
það í sjálfu sér ekki neitt munur. Það er rétt, já, þetta notað, sko þarna það svona þjóðarhópur getur maður sagt, af því þetta var brot af Júgóslavíu og það var að flokkast upp í þjóðir og smáríki og hérna en hinbóginn þá höfum við Palestínu og palestínsku þjóðuna sem fyrir, og það sem má líka benda á það að í upphafi þessara nýlendustefnu, sko, fyrir 1897 upphafsárið, og þegar hafði nú ekkert með þeir forgöngumennir hafði ekkert með trú að gera, þeir voru áhugalausir gyðingdóminn sem trú, en þeir voru fyrst og næst þjóðernissinnar, en það var þjóðernisstefnan mjög í uppgangi alla Evrópu og þessum í lok 19. aldar, meira sé á Íslandi, og þóttu nú bara ekki slæmt, en þeir leita sér að landi fyrir gyðinga, og það verður Palestína verður úr, þó að margt annað hefur líka komið til greina. Það verður sér keypt land í Úkraínu af Stalin. Hann fekk stórfé frá auðkýfingum í bandarískum gyðingum, auðkýfingum sem að borguðu fyrir Krímskagan og hlut af Austur-Úkraínu. Þarna átti að verða Ísrael. Stalin, hann borgaði þetta aldrei tilbaka þótt ekki yrði af þessu, en hann mátti þó eiga það að hann studdi Ísrael alveg frá upphafi. En maður velti fyrir sér, fyrir okkur sem maður kannski erum ekkert mjög vel inn í þessu öllu saman, nema við horfum upp á þessi morð sem ég vil kalla, bæði í Palestínu og eins áður fyrir Júgóslavíu, og hérna, maður velti fyrir sig hvernig hægt að komast upp með svona hluti, því þetta eru saklausu borgarar sem verður fyrir þessu stríð. Í seinni heimsstyrjaldi voru þjóðir að berjast og hermenn að drepa hvern annan, en þannig verið að drepa saklaust fólk. Já, alfarið. Og það sem ég skil ekki, okkur alþjóðasamfélagi lætur þetta viðgangast. Svona lengi. Hefur þú trú á því að Netanyahu verði einhvern tímann kallaður til saka fyrir þetta? Já, ég hef trú á því, og það búið að kalla hann til saka þá eftir að handtaka hann, en alþjóða glæpadómstóllinn búin að kæra hann og búin að það í vinnslu, og það búið að gefa út handtökuskipun. En hvernig svo hann getur ekki farið til hvaða land sem hann ekki. Það handtökuskipun á hann. Já, það alþjóðlega handtökuskipun á hann í gildi. En nú velti ég fyrir mér, sko, nú það staðreind að Bandaríkjamenn styðja Ísrael í þessum átökum. Það tilfellið? Komast þeir upp með þetta allt í skjóli Bandaríkjanna? Já, það þannig. Það bara þannig. Þeir kæmust ekki, þeir hefðu ekki öll þessi vopn sem þeir beita á til dæmis á Gaza og í Líbanon og víðar. Þetta eru fyrst og næst bandarísku vopn, bandarískar herflugvélar og bandarískar eldflögar, bandarísk loftvarnarkerfi. Ísrael eru sjálfur miklir vopnaframleiðendur og sæðir smíða góð handvopn, svona minni vopn, en þeir eru líka sérstaklega flinkir í njósnunum, í eftirlitinu og sem þeir sýna með sinni árangri leyniþjónustunar í því að drepa forystumenn í hvaða landi sem vita nákvæmlega hver og einn og það á sömuleiðis við náttúrulega forystumennin í Palestínu. Þeir hafa getað drepið þá bara eftir því hvernig á þeim liggur. Svo ég haldi nú áfram að tala Bandaríkin. Ég spyr nú kannski eins og fávís kona, en hvernig stendur á að heimsveldið Bandaríkin að skipta sér að málefnum þarna austur frá? Hvað kemur þeim við? Hvað að gerast? Þetta var náttúrulega miklir hagsmunir og þegar að þetta verður úr í framhaldi af Balfour-kenningunni 19 Balfour utanríkisráðherra Bretlands 1919 gátt yfirlýsingu að gyðingar ætti að fá heimaland. Það var ekki tiltekið ríki, en í framhaldi því fór að verða meiri straumur til Palestínu. Það höfðu alltaf verið til gyðingar í Palestínu alla tíð og þeir
það var bara góð sambúð þar á milli. Man nú raun að nefna að þetta er það sem kallaður orthodox eða réttrúnaðir gyðingar margir hverjir sem hafa verið alfarið og eru alfarið á móti Ísraelsríki og sionismánum og eru stöðugt að mótmæla meðal annars í Bandaríkjunum líka. Þú sér þá í mótmælum og þekkir þá fljótt úr með langar krullur og hatta og þeir eru ákvæmlega skýrir í talum það að þetta eigi ekki við gyðingdóminn, þetta Ísraelsríki, þetta sé eitthvað allt annað og ekki að blanda því saman. En hvernig er staðan hjá palestínsku yfirvöldum, eða réttar sagt almenningi, ennþá baráttu andi í þessu fólki? Ég held að sé svona sigla í þessu ástandi sem og það er það sem kallaði súmút á arabísku. Súmút, það er þetta að halda út að það er á ensku resilience. Það er siglan sem er aðalatriðið. Það er mikið þjóðastolt í gangi. Það er þjóðastolt, ég held að mig alveg segja það og mér finnst satt að segja bara alveg ótrúlegt að ég nú hættur að hlusta á fréttir í bili, búin að bara komin í bindindi allavega í 2 vikur núna en ég mani til því þegar ég var að sjá núna síðast fréttir frá fólki sem var að koma frá Egyptar, fólki sem hafði flúið stríðið en var að koma núna heim aftur til Gaza og fögnuðurinn og gleðin, auðvitað var það að hitta fólki sitt en að vera að snúa aftur í þessa eymd það sem ekkert er til nýfs og skeiðar. Engin heilbrigðisþjónusta er með algjörlega í lágmarki og margt sem alls ekki er hægt að veita. Ekki vatn, ekki rafmagn, ekki lyf og ekki hreint vatn náttúrulega fyrst og fremst sem er mjög stórt mál. En hvernig er það með þjóð sem hefur orðið fyrir svona hremmingum og það eru þarna heilu fjölskyldunar sem hafa verið drepnar? Já, það eru heilu fjölskyldunar og það er Verður þetta fólk ekki kemur ekki eitthvað hefndarhugur í þessu fólki? Verður eitthvað tíma friður þarna? Vill þetta fólk hefna sín síðar meir eða hvað? Hlýtur að vera mikil reiði í þjóðinni? Man finnst það get ekki annað verið en það er náttúrulega margar tilfinningar, sorgin að missa sína nánustu og vannmátturinn að því leyti að þeir kom ekki aftur en að hafa samt þessa siglu að hlúa því þó sem eftir er og draga fram lífið og einn hátt eða annan og eins og ég segi jafnvel að koma aftur frá Egyptalandi þó að þegar komið svokallað vopnahlið því að þetta er náttúrulega einkennilegt vopnahlið þar sem að Ísraels her er búin að rjúfa þetta vopnahlið meir en 1000 sinnum, sennilega nærri 2000 sinnum sem eru skráð tilvik og þeir eru búin að myrða 680 óbreytta borgara, þar af 100 barna í vopnahlíðinu. En er þetta vopnahlíð þá bara, orð á blaði? Þetta er fyrir fólkinu meira en það því að þetta hefur haft í för með sér breytingu. Þetta er ekki lengur stórfelldar loftárásir. Það eru loftárásir en það er bara verið að ekkert bara, það er verið að gera árásir og það eru síðan tengdar einhverju málamynda tilefni að það hefði einhver farið yfir gulu línuna og það hefði einhver sérst verið með byssu í hönd og finna einhverjar ástæður. Já, þeir finna búa til einhverjar svona ástæður þannig að það er engin viðurlög við að brjóta þetta og halda fólkinu við efni þar að segja í hræðslu ástandinu að það geti komið sprengja hvar og hvenær sem er. Það er alveg jafnt verið að koma hjá vinnum mínum í Jabalia eins og hjá fólkinu í Khan Yunis sem er sunnarlega nálægt Rafa. Aftur á móti Jabalia, nefni Jabalia því að það er einn af þeir spítulum sem ég heimsótti alltaf á vegum alþýðufylkingarinnar
og þar voru stærstu flóttamannabúðirnar og Jabali svona staður sem hefur orðið hvað harðast úti ef hægt að þetta nú svo mörg svæði sem hafa algjörlega verið jöfnu við jörðu en það virtist verið svona dálítið uppáhalds skotmark fyrir hjá hernum og það var að því að andstaðan var öflug í ef maður getur fundið einhverja skýringu þá er það eins og í Jenin á Vesturbakkanum sem annað svona vinsælt skotmark sem nánast búið að eyða öllu og flæma allt flóttafólk, allt fólk í burt. Nú ert þú búin að koma þarna nokkuð oft undanfarin ár? Já, ég búin að koma oft. Ég búin að koma orðanlega oftar en 20 sinnum. Ég kom fyrst 1990, þá ferðuðust við þangað gegnum Kaíró, ég og sér Rögnvaldur Finnbogason, hann skrifaði nú bók þetta ferðalag. Hann var fyrsti formaður félagsins Ísland-Palestína og var það í 3 ár. Ég var hans varaformaður og tók svo við 91. En hvernig hefur ástandið? Við fórum bæði á Vesturbakkan og vorum svo sem ekkert saman. Hann var svona meira á vegum kirkjunar. Ég var meira á vegum Rauðakrossins eða Rauða Hálmánans. Var í boði Fatih Arafat, bróður Yasser Arafat, sem var forseti Rauða Hálmánans og hann sá til þess að það var tekið á móti mér og mér var sýnt allt þarna. Þá kom ég til Jenin í fyrst auðvitað til Jerúsalem og suðrum til Betlehem og Hebrón en eins norður en líka yfir á Gaza og þar eignaðist ég fyrsta vinina á Gaza, ég vissi ekki sjálf sig hver þetta var, hann var læknir og hann var yfirlæknir á Ali arabíska sjúkrahúsinu sem enska biskupakirkjan rekur í fréttum og alltaf sagt baptistar en það vegna þess að fólk ennþá að kalla þetta baptista sjúkrahúsið en það var fyrir 70-80 árin sem að baptistar voru með en fyrir löngu síðan tók enska biskupakirkjan og ég held mér við þetta smáatriði vegna þess að þetta kirkja Karls Bretakonungs og þeir skildum vita það Bretar að það verið að bombardera sjúkrahúsið hans eða þessari kirkju sem mjög mikilvægt lítið sjúkrahús Ali Arab Hospital sem í miðborginni í Gaza stóra sjúkrahúsi sem ég náttúrulega fór að stunda mikið og heimsækja og það var Shifa en það var á þessum fyrsta tíma undir stjórn Ísraelsmanna. Þannig að fólki vildi ekki fara þangað á átakatímum og fór frekar í hitt litla sjúkrahúsið Ali arabíska. En Sveinrúnar, margir velta fyrir sér þessum mikla áhuga þínum á Palestínumálum. Já. Hvernig kom hann til? Hann kemur í raun og veru hann á svolítið sögu ég vil eiginlega rekja hann til kirkjunar við vorum nú að tala hér biskupa áður en við byrjuðum samtalið við vorum að spjalla saman hérna frammi ég fór ungur á árum með kallavinni mínum Sigurbjörns og Hannesi Péturs og séra Vigfúsi sem seinna var sá okkar allar hann skildi verða prestur við allavegum aldrei að trúa því hann var svo skemmtilegur og hérna hann var alltaf að fýblast en við fórum og færar stúlkur og fórum til Bandaríkjana á vegum þjóðkirkjunar og ég var þarna á tímanum rétt eftir Kennedy 64-5 Kennedy var ekki búin að liggja ekki 1 ár í gröfinni þegar þetta var og mikil áhrif svona frá svona frjálslindi og kirkjan sem ég var í hún var svona, ég vil ekki segja vinstri sinni, hún var svona frjálslind bara og bandarískan mælikvarða og þær voru það margar mótmælenda kirkjunar, þetta var Congregational Church en ég var í nemendasskiptum alþjóðlegum sem hétu kristilega og alþjóða ungmennaskiptin og við kölluðum þetta GAUS og stofnuðum samtöks að þegar við komum heim þá var búin að vera argangur undan okkur þá var ég alltaf í þess að stofna félög og þetta var eitt fyrsta sem við kallu og fleiri stofnuðum það var samtök skiptinema KAUS samtök skiptinema og upp úr því spratt ýmislegt en þessi nemendaskipti þau settu á dagskrá fyrir okkur unglingana
mjög róttækt prógram, bara svo ótrúlega róttækt að hugsa til þess í dag. Það voru 3 aðalatriði sem við áttum að horfast í augu við. Það var kallað confrontation of realities, raunveruleikin í heiminum. Hver hann? Hann það að bilið milli ríkra og fátækra fer alltaf vaxandi. Bilið milli ríkra og fátækra, og þetta var kallað vaxandi arðrán í heiminum. Arðrán var nú bara eiginlega orð sem var bannað af Íslandi, mér sé að Þjóðvilji notaði það ekki lengur, af því að það var svo kommunist sko. En bara hugtakið, en annað atriði var aðskilnaðarstefnan í Bandaríkjónum og í Suður-Afríku. Það var ekkert minnst á aðskilnaðarstefnuna í Ísrael. Í 3. lagi var það stríð og friður, og þá var verið að segja mér og okkur frá því hvað Bandaríkin væri búin að vera að gera frá bara stríðslokum 1945. Hvernig þau væri búin að vera að skipta sér að allstaðar í heiminum, velta stjórnum, gera innrásir. Það var ekki bara verið að tala um Víetnamstríð, það var verið að tala um þetta allt sem var búið að vera að gerast það var Guatemala meðan ég var hérna úti en Guatemala var 54, það var hvort það var Dominikanska lífveldi þarna þegar ég var hérna úti. Og svo náttúrulega færðist Víetnamstríðið á nýtt stig, og við sem kristinn ætluðum við bara hvernig bregðumst við með þessu, hvernig bregðumst við kristnir við þessu ástandi í heiminum. Ætlum við bara að ganga framhjá eins og flestir gerði í sögunum Samverjan, miskunnsama Samverjan, eða ætlum við að vera eins og hann, miskunnsami Samverjan, sem var náttúrulega útlendingur á dögum Jesú. Og þetta var boðskapurinn, og þarna fæddist friðarsinnin í þér. Já, það heldur betur og svona róttækni, þegar ég kom heim og fór að spyrja mömmu, ég setti erfiða spurningu, við höfum bara alist upp í sjálfstæðisflokki og svona og morgunblað og svoleiðis skoðanir, og ég spurði, hvað þessi Bandaríki að gera hér á landi? Er þetta sami her og í Víetnam? Og móður mín, hún var bara alveg snældu, hún ætlaði bara að berja þetta úr mér sko. Henni leist ekkert á svona skoðanir. Henni hefur ekki tekist það. Hún ætlaði bara að kæra þessa þjóðkirkju fyrir að skila syni sínum heim sem einhverjum umskiptingi. Einhverjum róttæklingi. Já. Þetta var svona byrjunin fyrir mér, og ég fór að blanda mér í ýmismál. Það kom að því að það var Víetnamhreyfing á Íslandi, það var Grikklandshreyfing, og ég stofnaði Víetnamnefndin á Íslandi með félögum mínum og var formaður hennar, og í fleiri samtök herstöðvanstæðinga ég vann mikið fyrir þau og eitt og annað svona, og þetta svona leiddi til þess, í raun og veru að fyrir spurður Palestínu, við vissum, ég man til því einhvern tíma svona upp úr 70, þá satt ég á fundi með Elíasi Snælandi Jónssoni, og við vorum í utanríkisnefnd, hann var öðruvellingur, við vorum í utanríkismálanefnd æskulýðssambandsins, og við höfum hugað því hvernig með þetta Palestínumál, og ég fundi hjá mér sko álítin sem við smíðum þá, og hún var bara prýðileg, en það var ekkit annað, en þegar að boðað var til fundar löngu seinna 1987, þá höfðu nú verið tilþrif máistar góðir höfðu 75 farið til að heimsækja Bekadalinn og PLO, Frelsissamtök Palestín, og það kom út Palestínublað þá. Ég sá það líka einhvern veginn í bílskúrnum hjá mér, og það var svo einkennilegt að sjá blað frá 1975, og það var bara eins og verið skrifað í dag. Það hefði ekkert breyst. Og 87 þegar að Elías Davíðsson og Rögnvaldur Finnbogason boða til þessa fundar, Salman Tamimi, þá bara mætti ég þarna eins og hver annar, og
og ég var kosin í stjórnin og tók að mér að vera varaformaður. Þannig að ég bara byrjaði í sig eins og hverju öðru félagsmáli. Og þetta stendur enn. Og stendur enn. En ég velti líka fyrir mér hvort að maður eins og þú sem að ert, ég vil meina dálítið róttækur með að við svona almennar skoðanir í landinu og ábyggilega mjög róttækur í augum hægri sinnaðra, hefur aldrei orðið fyrir, hvað ég segja, fordómum eða hefur þetta ekki komið niður að þér og eitthvað nátt þessi baráttuðin? Nei, það finnst mér alls ekki verið Þú getur ferðast alveg óhindrað veröldina. Já, nema til Palestínu. Það bæði hefur verið erfitt að komast inn í gegnum Tel Aviv og erfitt að fara. Það er svo undarlegt að þeir eiga það til að hátta mann algjörlega þegar maður er að fara og fari gegnum allt sem þannig að maður er að verða á seinni í vélina. Ef þú ferði gegnum Ísrael. Já, maður kemst ekki öðru sig. Nei, þú kemst ekki öðru sig. Og síðasta ferðin okkar fyrir ári, hún fór þannig að við fórum til Kaíró til þess að heimsækja vina fólk sem hefur flúið frá, mjög margt sem hefur flúið frá Gaza og fórum það til Amman að heimsækja gamla vini, palestínska vini þar og þaðan fórum við yfir brúna og ég held að þetta væri kannski dálítið sniður leið að fara þessa landleiðina í raun og veru og yfir Jordanána en okkur var haldið þarna allan daginn einhverjum svokvöldum yfirheyslum sem þau voru nósku prúð sko og ekki með neinn illindi og voru að spyrja hana spurningar sem ég vissi að þau vissu betur svörin við heldur ég sjálfur sko því að skráningin á öllu sem aðhefst þarna og er algjörlega fullkomið. Það er alveg áræðanlegt að þeir gáttu vita alveg hvernig ég var á þessum fundi. Ég til dæmis hafði séð ástæðu til þess að þykja boðum og falast eftir að eiga fundi ekki bara með vinum mínum eins og ég byrjaði að nefna yfirlæknin á Ali arabiska sjúkrahúsinu sem 5 árum seinna sem ég fór að sjá í sjónvarpinu 5 árum seinna alltaf við hliðin á Arafat. Hann hafði ekki sagt með neitt að hann var forstuðumaður fyrir Fatah á Gaza og hann Dr. Zakaria Aga og ég var búinn að vera í góðu sambandi við alþýðufylkingamenn, fyrst og fremst lækna sem er að vinna þarna eru með þarna hjálparstofnun og reka heilsugæslu og sjúkrahús á bæði Gaza og Vesturbakkanum og þannig ég hafði haft mjög víðtæk sambönd á þarna og ég vildi náttúrulega ekki má gleyma Dr. Haidar Abdul Shafi sem var svona fremsti forystumaður Palestínumanna í það heila teki sem að Arafat baðum að taka sér að vera formaður sendinefndarinnar í Madrid viðræðunum 91 þegar að Bush og James Baker utanríkisráðherra stóðu við loforðið sem þeir voru búin að gera öllum heiminum að leiðu væri búin að ráðast að hann Saddam Hussein þá myndu þeir fara í Palestínumáli og þeir gerðu það með Madrid viðræðunum. Það megir eiga. En það sem að gerist þarna, þetta þessi sambönd sem ég hafði þarna við alla flokka á svæðinu og sem var mikið í gegnum læknana og það var svo fyndið að þessir menn voru margir, þetta var svona kynslóð sem höfðu verið skólabræður svo skipt, þeir voru vinir alveg þvert á alla flokka og þarna var líka gafst mér færi á að hitta stofnanda Hamas-samtakana og sem að liðu nú ekki lengi því að hann vildi frið og stakk upp á friði við Ísrael, sendi þeim boðum það að það þyrfti bara að virða landamærin frá 67, hætta að ráðast á Palestínu og hætta að drepa forystumennina. Þá myndum við hafa bara vopnahlé hútna, eins og það heitir, í 100 ár þess vegna. Þarna var náttúrulega verið að viðurkenna, voru Hamas-samtökin að viðurkenna Ísrael og samkvæmt alþjóðlegu landamærunum. Þetta var 2003 og
þá gerist það, hann beið nokkuð í hálft ár eftir svarinu og svari fólks síðan í stýriflög sem fór í hjólastólinn hans fyrir utan Moskuna og hann og sonur hans og fullt af nánum fórust í þeirri sprengingu. Þannig hefur þetta verið. Það hefur gengið á ýmsu þannig. Já, ég fekk að hitta hann og það var alveg yndislegt og ég fekk líka að hitta Ismail Haniyeh sem tók óskaplega vel á móti mér. Hann var þá, Abbas hafði falið honum eftir kosningasigur að mynda stjórn og hann var forsætisráðherra. Og hann tók ná móti mér eins og ég væri forseti Íslands en hérna það var óskaplega góður móttöku og góður fundur sem ég átti með honum, ákvæðlega kurteis maður eins og er eiginlega svona mesta hrós sem gefið í Palestínu, það kurteis, það þýðir svo mikið og þeir sprengdu hann Ísraelsmenn leyniþjónustan, þeir sprengdu hann upp í Teheran fyrir svona ári síðan eins og þú manst og hann var annar svona friðarins maður sem vildi ná. Það er ekki vel séð hjá Ísraelsmenn? Nei, þeir taka fyrst þeir taka fyrst hófsömu leiðtogana, þeir eru mest fyrir. Sveitrún, ég veit að við getum talað endalaust hvernig þróun hefur verið þarna í Palestínu. Hún hefur náttúrulega verið eins og kannski alþjóð veit, lítið gerst á þessum árum til hagsbóta fyrir þjóðina, fyrir Palestínu. En þegar þú fórst þarna út og talar alls konar fundi sem þú setið með hinum á þessu ráðamönnum, ertu þetta sem læknir eða ertu þetta bara sem áhugamaður? Ég er náttúrulega formaður Félagsins Ísland-Palestína og er að hlúa að þeim samskiptum og í barnaskap kannski var ég ofta tíðum líka að svá í pólitíkina sem að náttúrulega kom mér í sjálfu sér ekki við nema bara óbeint vegna þess að ég sagði við þá að ef að þið spillir svo mikið fyrir okkur sem erum að styðja Palestínu ef þið eruð að rífast endalaust innbyrðis eins og þegar ekki var hægt að mynda þjóðstjórn það var nú áhugi Hamas var að mynda þjóðstjórn eftir kosningasigurinn en það fékkst ekki annar vinnur okkar en öðrum flokki, smáflokki Dr. Mustafa Barghouti, hann vann manna mest að því og það er eina stjórnin sem hann hefur fallist á og farið inn í, það var þjóðstjórn sem var í stuttan tíma en hún var náttúrulega ekki viðurkennd af Ísrael og þar með ekki af Bandaríkjunum og ekki af Evrópusambandinu. En svona félagskapur eins og Ísland-Palestína, skiptir þetta máli fyrir palestínsku þjóðina? Við erum bara eitt af mörgum við erum eitt af ótal félögum og við erum látin finna það við erum látin finna það að við skiptum máli og þó að sé ekki annað það en bara koma á staðin og við höfum verið að senda eða hafi farið fólk á okkar vegum í tugum, ég veit ekki hvað margir sem hafa farið sem aðalega á Vesturbakkan sem sjálfboðaliðar og allt þetta svo þegar að við fórum til Jenin við Viðar Þorsteinsson 2002 þá kom beinlínis beiðni frá Mustafa Barghouti þá hafði herinn gert innrás í manns kannski eftir þessu þegar þið settust fæðingakirkju frelsarans í Betlehem þeir réðust inn í Ramallah og hvað byrjuðu þeir að gera? Þeir byrjuðu ekki á því að drepa fólk þeir byrjuðu á því að ráðast inn í bankana og í þjóðskarana eyðileggja þjóðskarana sem svona grundvallar hlutur í innviðunum að hafa hann á hreinu en síðan var ráðast inn í alla bæi og sérstaklega í Jenin og marga smærri bæi og ég fór með hópi fólks þangað, lögfræðingum og fleirum og við vorum handtekinn 2-3 sinnum áður við náðum að komast alla leið alltaf sleppt aftur bara sleppt nánast á víðavangið á herstöðum og vorum svo að finna okkur leið og það gekk allt saman og við komumst þarna á enda punkt í Jenin en nú hefur oft þá kynntist maður þessum algjöru rústum og það er kannski sterkasta tilfinning sem ég á, þó ég hafi hvað eftir annað komið til Gaza ég kemur þetta 1990 og 92 síðan kom ég ekki til Oslo á árunum svo kom ég næst með Guðbirni Björnssyni lækni sem við höfum verið á ráðstöfum áfengismáli í Kaíró og ég sagði, ég skal koma með til Kaíró ef þú kemur með mig til Palestínu og Guðbjörn kom með mér yndislegu ferðafélagi
og hann hafði nú bara aldrei séð neitt þessu líkt sko og hans augu opnuðust algjörlega fyrir veruleikunum þarna. Þá var nefnilega, þegar við komum þarna 2000, þá var að byrja önnur intifada sem að byrjaði með því að Sharon fór upp á Musturishæðina og sörgaði hann í augum múslimanna og þá urðu mótmæli og þá var herinn tilbúin að skjóta og sjúkrahúsin voru full af líkum og særðum þegar við komum. Þannig að þetta hafa mikið reynsla og síðan eftir þetta hef ég kom ég á hverju einasta ári og stundum 2 ára ári, alveg til 2018. Hvernig, sko, þú segir að sé hörmulegt að upplifa þetta? Að upplifa þetta í Jenin, já, ég misti þráður, sko, að upplifa þetta í Jenin að sjá svona, sko, byggðina, hús fólksins, allt einu rúst á stóru svæði. Fyrst er hérna stór Caterpillar jarðýta, það er Hyundai, svo bílarnir hérna, það er Hyundai smíðar fyrir Ísraels her, sérstakar skurðgröfur sem eru til þess að eyðileggja hús. Og svo eru þeir með þess að Caterpillar, þeir eru með sérstakar tennur líka til þess að breikka strætin, til þess að auðvelda skriðdrekunum að koma sleðasinnar. Þannig að það eru jarðýtunar sem fara fyrst. Og þegar við komum þarna inn í þorpin þá er fólkið og sjáum bara eina rústir og ekkert annað og svo komum við nær og þá er fólkið skríðandi þarna með höndunum að reyna að grafa eftir einhverju og það er strax líkarinn að leita eftir lyktinni að rotnandi, já, látnum ættingu. En þú sem læknir, hvernig áhrif hefur þetta á því sem bara mannesku og lækni? Menna, er hægt að horfa upp á? Ég fór með, hann fór með mig, hann Muhammad Abu Hijja sem var þarna fyrir læknishjálpanefndirnar í þessum flóttamannabúðum í Jenin og hann fór með mig daginn í Vitjanir. Þá fór ég kannski sem læknir en þó var sjálfs ekki kannski eitt og eitt ráð sem var að gefa bara blóðþrýsting eða eitthvað en ég var bara fyrst og næst að koma til fólksins og votta þeim samúð því á hverju einasta heimili hafði minnst kosti einn ungur maður verið drepinn hverju einustu fjölskyldu og þetta er þungt en mann samt, þú veist hvernig þetta er, mann gefið eitthvað, mann gefið einhver styrkur til þess að fara í gegnum þetta. Það hlýtur eiginlega að vera. Það er svoleiðis í lífinu almennt og okkur er sagt að við trúum því líka að Guð hjálpa okkur með það sem við getum ekki sjálf. Mér langar bara að spyrja þér hreint út, heldur að það sé von fyrir Palestínu? Já. Vonin fyrir er hún kannski það eina sem eftir er? Vonin er það eina sem eftir, mikið er þetta satt hjá þér, vonin er það eina sem eftir er og þegar það er svo einkennilegt, ef mér væri hleypt, ég færi ef mér væri hleypt inn og við erum að bíða með að komast sem allra fyrst inn á Gaza til þess að halda áfram verkefninu okkar gervifætur til Gaza og mikið örkuml þarna. Það er gríðarlega mikið örkum. Það var fyrir löngu síðan, sko, þá voru 5.000 mann sem að þurftu gervifætur. Á öllum aldri? Já, á öllum aldri. Mikið af börnum líka núna. Við höfum ekki verið í því nema mjög lítilega sinna börnum. En það er svona samstarfsaðil okkar palestínska barnahjálpin, hún heitir Palestine Children Relief Fund. Þetta var stofnað af Bandaríkjamanni og þetta er sá samstarfsaðili núna sem félagið hefur stutt hvað mest og þeir eru líka með verkefni í sambandi við þetta gervifætur handa börnum. En þeir eru verið stundum að þurft hreinlega að fá börnin út
En ef að okkur veri hleypt inn, því að þeir hafa ekki með sömu aðferð og við höfum, þeir ráða ekki verið henni, en við erum með aðferð frá Össuri heitnum Kristinsinni, hans uppgötvun, þar sem hægt að smíða gervifætur á börn og fulltrúa á staðnum við hvaða aðstæði sem það þarf enga hátækni til. Við höfum samstarfsaðila á svæðinu sem heitir ALPC sem gervilífmannstöðin á Gaza og hún hefur ekki verið gjöreyðilögð. Það verið að starfa þar. Það eru góða fréttir. Já, það er ein og ein bygging sem hefur fengið að nokkurn veginn sloppið. En ég velti líka fyrir mér og kannski spyr ég kjánalega, það verður bara komið ljós. Ljúki þessi stríðu einhver tímann, hver byggir upp landið? Er það bara þjóðin sjálf eða fá þeir einhverja aðstóð? Auðvitað eftir að fá stríðskaðabætur frá Ísrael. Það dettur engum í huga þeir fái það. Það er engum sem dettur í huga þeir fái það. En það er búið að lofa, það er fjöldi landa búin að lofa miljörðum í enduruppbyggingu. En það sem ég kannski kláraði ekki að segja á það fyrir þú kom svo réttilega að því að það væri vonin sem væri ein eftir að ég hef tekið eftir bara með sjálf á mig að þegar maður, og þetta er eins að ég núna læti eftir mér að heimsækja vini ættingja og aðra á spítala og hjúkrunarheimili, maður ímyndar sér alltaf ef maður fer ekki á staðinn að ástandi sé miklu verra en það svo þegar maður kemur. Og það er eins með Palestínu og ég kannski komið svo til tími sem verið þar og þú getur rétt ímynda hvernig á hverju við eftir vonu við værum að fara þangað núna. En ég get lofað þér því að þegar þú kæmir á staðinn og á svæð og hittir fólkið, þá myndur þú fyllast von. Því að það er einmitt þarna sem að vonin lifir. Ég er ekki vissum að ég treysti mig til þess vegna þess að þegar ég horfa á fréttir frá Palestínu og af lífi fólksins þar að þá tárast ég og ég veit ekki hvernig ég myndi bregðast við ef ég sæi þetta með berum augum. En eins og þú segir, það er eitthvað sem að hjálpar manni. Ég held þú myndir bregðast rétt við og ég held þú myndir vera öflug þarna. Já, ég heyri á þér, Sveitur, núna að þú ert hvergi nærri hættur í þessari baráttu og ert mjög vel að þér í málefnum þessa heimsluta. En nú ætlum ég aðeins að koma að öðru. Já. Og mér langar til að spyrja, þú ert læknir og þú hefur, ég veit að þú hefur miklar skoðanir á málefnum geðsjúkra vegna þess að þú hefur persónulega reynslu af því, það ekki? Jú. Ég nefndi þarna áðan að ég hefði verið skiptinemi á aldrinum 17 til 18 ára og við komum heim haustið 65 og við stofnuðum samtök skiptinema og ég tók 4. bekk utanskóla og settist í 5. bekk svo ég gat haldið hópinn við félaga mína sem ég raunar að fara að hitta á eftir í menntaskóla, ég er mjög skrítið og verður að minna mig á það ætlum að heimsækja gamla skólan en þarna í febrúar þá fæðist svo hugmynd mér langaði að gera eitthvað það var mikil ókyrrð í mér með það ég vildi mér langaði að koma einhverju til leiðar og látið okkur detta ýmislegt í hug en við vildum virkja ungt fólk til ábyrgðar, í samfélagslegra ábyrgðar og með mér í þessu var Pétur Guðjónsson og við gengum þarna í febrúar á fund það er akkurat 60 ár síðan Tómas Helgasonar á Kleppi sem var prófessor og yfirlæknir og hann tók okkur fjarskalega vel og þaðan í frá þá bara lét hann allt eftir mér svo ég einfaldi málið. Allt sem ég datt í huga að gera og það var náttúrulega, við fórum að stunda þarna, byrjuðum bara með 12 manna hóp fyrstu mánuðina en haustið þá hafði lítið tilbaka þetta tekið svo vel að við ákomum að 5-falda hópin og vorum með 4-5 manna hóp sem að fór í heimsóknir á allar 11 deildir Kleppsspítalans
og svo fórum við að vera með félagslega, ég átti öll með að fá hvort sem það voru Hljómar eða Sigurveig Hjaltist eða hvað, Ómar segi ég skemmtikrafta allslags til þess að koma til söguna, en aðalega var það samt þetta að tengjast fólki og markmiðið að rjúfa félagslega einangurinn. En það var kannski aðal vandi þeirra sem að voru lent á Kleppi, að þeir bara voru einhvern veginn dæmdir og flestir komust ekki út aftur. Var þetta bara einhvers konar geymslustaður? Það var það í rauninni. Þetta átti eftir að breytast mikið á næstu árum og áratugum og margt er það valla þekkjanlegt, en sumt hefur því miður ekki breyst. Þetta kölluðum við tengla og þeir eru í rauninu núna að halda upp á 60 ára afmæli í þessu viðtali við þig. En nei, ég segi svona. En hvernig breyst? Hvað hefur breyst á þessum árum í málefnum geðfatlaðra? Það hefur náttúrulega, þegar við erum hana á Kleppi, það var Kristín Gústafsdóttir, með dettur hún í huga yndislega kona og félagságjafi, en hún bjó í Svíþjóð og var eiginlega ekki síður starfandi þar. En það var eitt sálfræðingur. Læknarnir voru bara teljandi á fingurum annarar handar. Það voru strax nokkri geðhjúkrunarfræðingar komnir þetta til starfa. En svona faglega var þetta óskaplega fátæklegt og bara langt í raun og veru aftur í öldum og hafði kannski ekki mikið breyst. Það ríktu líka ákveðni fordómar. En Tómas var framfarasinnaður maður og hann barði síðan fyrir því að fá geðdeild á Landspítalann og það var mikil framför. Það voru líka ákveðni fordómar gagnvart geðföllum á þessum árum. Það voru miklir fordómar og þeir eru enn, það er eitt af því sem ekki hefur breyst. Það er verið að fylgjast með því og mæla þessa fordóma og þá kemur í ljós að fordómar gagnvart þessu sem kallaðir eru alvarlegir geðsjúkdómar, þá eru verið að tala geðklofa og geðhvörf, að þeir eru ekkert að lagast. En það var náttúrulega fyrir okkur var þetta mikið mál að rjúfa þessa félagslegu einangurinn og berjast gegn fordómum, en líka maritinda málin. Það er að segja, kannski upplifðu sumir starfsmenn að við verðum svona að horfa yfir öxlin á þeim og gera kröfu til virðingar, að sjúklingum væri sýnd virðing. Það er líkil hlutverkið. Það er líkil hugtak, segi ég. Og þeir séu meðhundlara eins og hverjar aðrar manneskjur en ekki bara einhverjir gripir sem að... Já, eins og hverjir aðrir sjúklingar, ég minna, þetta er bara sjúkdómur. Já, líka það. En af hverju þessi áhuga á geðföllum sérstaklega? Ég held það sé hjá mér auðvitað átti ég frænku sem hafði verið á Kleppi og ég hafði heimsótti hana, en ég var ekkit meira tengdur þessu en aðrir. Bara eitthvað sem kallaði á þig? Já, ég veit ekki hvort þú vill hleypa mér í það að fara að segja mína sögu. Ekkert frekar. Ég er alveg til í það, ég er alltaf til í að segja hana, það er bara svo, henni hætti til að vera kannski helst í löng. En hún tengist kannski því sem að er svolítið í og fer vægasagt í töðunar á mér núna. Það er svona mikill áróður fyrir hugvíkandi efnum. Hér er ég að tala blessaða sveppina og ég orðið var við að þeir hafa nú þessi smá skammtar, mikrodósar eins og maður á víst að segja, gagnast tímabundið einum og einum. En þessu fylgir svona almennur áróður fyrir því helst að prófa þetta allt saman, sýruna og alsæluna og En þessi hugvík hefur ekki heyrt hugvíkandi líf. Er eitthvað af þessu viðurkennt á heilbrigðisyfirvöldum? Nei, ekki nema ketamín, það er notað á slysadeild vegna þess að það er mjög gott eyfirlyf í stórslysum og hefur leið þessi áhrif á hugan. En ég ætla að segja það að þessi áróður fyrir þessu og þetta sé eitthvað maður getur bara lekið sig að.
og nota til þess að sko líða betur og skilja sjálfan sig betur og heiminn allan. Þetta nákvæmlega sami áróður og ég var að hlusta á fyrir rúmri hálfri öld. Fyrir rúmri hálfri öld. Þá var verið að kynna hér á landi svona kringum 68. Þá var verið að kynna hass, cannabis. Og svo líka og svona nei. Þetta var bara eins og ég segi sem hugvíkandi til svona nánast sem skemmtiefni eða sem efni til að hafa áhrif á hugan. Þetta var ekki hvað ég segja, ólöglegt á þeim Manst ekki eftir? Jú, hefur þetta ekki alltaf verið túlkað sem Þú varst það vísu í löggunni, það er alveg sama. En var þetta ekki, þetta hefur alltaf verið túlkað sem fíkniefni. Þetta er fíkniefni. Já, þetta er það. En því var logið að manni að það væri engin ávani eða fíkn í sambandi við kannabis. Þetta var nánast eins og guðskjöf. Og þegar þetta er kynnt fyrir mér, þá var það sálfræðingur og geðlæknir, pólskur og íslenskur sálfræðingur og aldraður faðir hans 3 menn sem það er svona vígslu athöfn. Því að ég var sjálfur bindindismadur og hafði verið fram yfir 20, smakkaði ekki hvítvínsglas þegar ég var stúdent og þarna er ég að verða 22 ára. Og þá er ég kynntur fyrir þessu efni. Ég verði alveg hugfangin að þessu. Mér fannst þetta svo stórkostlegt. Þetta gekk allt saman upp sem að lofa var. Ég skildi sjálf mig betur og allan heiminn og var í kátasti með þetta og vildi endilega kynna sem flesta fyrir þessu efni. Ég gerði sem sagt hassisti. Já, það er ekkert annað. Sem betur fer, þá var erfitt að eiga við þetta efni hér á landi nema þú verið í góðu sambandi við Kanan út á herinn. Og það var ég ekki. 18 raun á móðubráður sem var að vinna þar en ég fór ekki þangað. Og það þýddi að maður var alltaf í vandræði með að útvega sér þetta efni þessi fyrstu ár. Þetta er ekki svo núna. Það sagt þú fáður þetta allt innan 20 mínútur bara á netinu, sent heim. Það virðist vera. Hvað sem þú vilt. Og þarna var þetta erfitt, en þegar ég sko eftir að segja skili við læknisfræðin í bíli fór til fór fyrst, var búin að vera að vinna fyrir listaháttíðina, kynntist þar leikkonu frá Svíþjóð, fór með henni til Svíþjóðar og svona og stakk hana svo af og fór til Berlínar og þá var og varstu þá að reykja hass? Já, allan tíman. Já. Þá var ég komin í Sælureit því að þar var alveg nóg að hafa. Gósenland fyrir hassista. Gósenland af svörtum Afgan. Og það var ekki sögum að spyrja þegar ég fekk nóg af efninu. Já. Þá var þessi litli heili bara, hann réði ekki við það. Og ég var áður en varði bara hreinlega geðveikur af neyslinni. Já. Og mér skildist nú á Tómasi seinna að þetta hefði nú bara verið hassgeðveiki. Því að þeir áttu eftir að lækna mig á Kleppi. Ég var hálft ár í Þýskalandi og endaði dvöluna þar á því að vera lokaður inni á geðdeildinni í Tübingen og slapp svo heim á gamlársdag og ég gekk laus, fór á pop-upurinn og Óla með Ava og þannig í janúar 71 og reykti og var snar, ætlaðist að taka þátt í sýningunni og lét svo pappa eða stjúpa minn keyra mig inn á Klepp. Þótt ekki verðinum í viðtal. En þar var ég nú skilin eftir og það var svona, fekk ég alvöru meðferð. En það sem var svolítið sérstætt við það, þegar ég var svo fluttur af opnuð deildinni 3 og það var ekki að hafa mig þar heldur settur og lokuðu deildin á 10, galladeildin, að þá var það svolítið skrýtna móttöku sem ég fekk, vegna þess að þar átti ég þó nokkra vinir sko, úr tenglastarfinu og þeir gútturuðu mig ekki sem sjúkling. Þetta var, nei, þeir leti ekki plata sig svona, þeir sá í gegnum það að þetta var bara nýtt skref í tenglastarfinu að nú láta þær ekki dög að koma í heimsóknir til okkar, nú leggjast þeir inn.
þannig byrjaði þetta. En ég læknaðist þarna alveg á Kleppi á 4 vikum eða svo og var skýr í haustum aftur. Og hefur verið það síðan? Nei, langt í frá. Nú. Já, þetta þú bauðst þessu heim. Nei, svo komu 10 ár og ég fór á fullu í Víetnamstarfum haustið og önnur félagsstörfi og þóttist líka verið í læknisfræði. Alveg til 75 var ég á fullu hérna heima í allslags félagsmálum og lærði litla læknisfræði, var með það sem nam 2 árum þegar ég fór til Danmerkur. Og þar var ég í 4 ár og gekk mjög vel og kláraði læknisfræðina þar. Ég miðaði við það því ég fór til Danmerkur 75, 30. apríl, að það var lokadagur Víetnam, sigur í Víetnam. Bandaríkin gáfust endalega upp og flúðu svo fætur toguð upp í þyrlur og út á sjó. Og þar með lauk Víetnamstríðinu endalega. Þá kom það svona tómarum hjá mér og ég segi, nú verð ég ákveða hvort ég ætla að verða læknir eða ekki og þá fór ég til Danmerkur. Og þegar ég kom í viðtal hjá námsráðgjafa hann úti og ég sagði nú hvað ég hefði verið mikill slugsi í þessu námi og sleði og ég hefði bara ekkert gert og ég hefði verið tómu rugli, félagsmála rugli endalausu og hann vildi vita hvað það væri og ég fór að telja fyrir honum félagsmálin og hann bara lyftist allur upp og fannst þetta svo stórkostlegt. Það einmitt svona menn sem við þurfum í læknisfræði, sagði hann og greiddi götu mína alveg hreint. Og mér var tekið 2 höndum þarna í Árósum læknadeildinni og það var mjög góð tími með konu og seinni önnur dóttirinn fættist þarna úti. En ég ætla að segja að þegar ég kem heim þá ég búin að fá nóg af þessu hassi en ég búin allan tíman vera að dingla í því. Eitthvað fikta við það? Já, alltaf. Og sko, maður lígur því að sig sko að maður geti ekkert án þess sko, maður þurfi, ef maður ætla eitthvað skemmta sem maður ætla að fara í njóta bíó eða tónleika eða kynlífs eða hvað sem þá þurfi alltaf hassið við og þetta er hreint ávanalíf og svo líka annað sem kom í ljós þegar ég gerði spindindismadur upp á nýtt og hætti allir í neyslu daginn sem ég kom heim til Íslands eftir námið 1. nóvember 79. Þá bara hrundi ég kynntist nýju manni sem var bara kvíði og þunglindi og gat ekki sofið, aldrei átt erfiðleikum með svefn, fyrr eða síðar, ekki einu sinni í maníum því að ég bara nefndi ekki að sofa, það var margt skemmtilega að gera og þannig að maður sefur náttúrulega lítið í maníum í sjálfu sér. En þarna gerist það að ég held þetta út og tók enga hjálp, skrifaði ekki upp á róandi eða svefntöflu fyrir sjálf mig eða neitt og heldur lét mig bara hafa þetta og mætti alltaf í vinnuna og var óskaplega vinsæll, ég var svo þögull og kyrlátur og rólegur og en fannst ég alveg ómögulegur. Ég, eftir allt námið, þá hafði ég enga skilning á því að þetta verið frákvörf. Því að kannabisefnin, þau hafi í för með þessi frákvörf, rétt eins og róandi lyf, eins og valium, eins og bensólyfin. Og það er þessi kvíði og þunglindi. Og sem getur verið mánuðum saman, hálfu og heilu árið þess vegna. En ég vissi alveg hvernig átt að lækna þetta. Það var bara fá aftur í pípu. Það myndi ég hressast. Og gerðu þið það? Það gerði ég leið og sko ég bara var á þrjóskur. Ég gerði það ekki af því ég var svo þrjóskur. Þá hélt ég út 5 mánuði en þá átti ég erindi til Kaupmannahafnar og þá var ég ekki lengi að biðja vinur minn að kveikja í pípu og þá hrestist ég. Og þá upplifði ég síðan í fyrsta sinn því ég hélt áfram reykingunum að fara upp í svona hrein og tæra maníu. Þá eignast ég þennan sjúkdóm sem eru kallaðir geðhvörf eða bípólar á útlensku. Og enn? Já, ég tel mig hafa hann þó að ég sé búin að vera
Því að þarna koma ár frá 80 til 85, þetta er svolítið langt síðan, þetta er meira en 40 ár síðan, að þá var ég að fá svona á vorin, helst á vorin svona manjur og þær leitu oft til innlagna. Og það eiginlega 6 sinnum sem að það töldu til svona nauðungar innlagnir og 5 eða 6 sinnum og alltaf skildi það í hvers sinn vera ofbeldi sem ég mætti, sem mætti mér. Hvar? Á geðdeildunum. Já. Og þá var æmilega þannig að það var alls sama hversu kátur og glaður og ég maður sem hef aldrei slegið til nokkurs manns og aldrei hvarla að mér að skada mig eða taka mitt í lífið en eitt svoleiðis. Þannig ég féll ekki undir mjög mikilvæga skilgreiningu sem hefur verið í lögunum sem til undantekningar þegar beita má sjúklinga ofbeldi. Það svo 28. greinin í lögræðislögum. Það þetta með að þú ert hættulegur sjálfum þér eða öðrum. Þú kannast við þetta. Já, en hvernig gastu verið skilgreindur sem slíkur rólegheittamaður? Þegar ég myndur ekki kalla mig rólegheittamann. Það kannski einum og að kalla rólega, þú ræður því. Þú vilt kalla mig rólegheittamann. Ég meina, hvernig var ofbeldi réttlætt? Já, það það sem að það er ekkit réttlætt. Það er bara misnotað. Og þetta ákveð bara við mig, þetta bara verður að rútínu af því að heimildin fyrir hendi að vakthafandi geðlæknir, hann getur tekið þessa ákvörðun, hann metur sem svo að þetta þurfi. Þá voru kallaði til 6-7 strákar sem réðust á mann og felldu mann á gólfið eða Jafnvel þó að þú hefur ekkert verið að gera? Já, algjörlega. Öll skiptin. Næ, þess ekki alveg. Nei, þetta bara rútínan. Þetta hefur verið rútínan og enn þann dag í dag. Þetta hefur þú breyst svolítið með tilkomu svo kalla varnarteymis. Kannski þetta kalla öryggisteymi í dag. Trump myndi kalla stríðsteymi. Og við Trump ætti ég að segja. Kalla árásarteymi, því að nú í dag þarf ekki nema 4 í staðan fyrir 7 áður af því að þeir eru sérþjálfaðir og vita hvað þeir eru að gera. Já, mér finnst mjög eðlilegt að það þurfi kannski einstaka sinnum að beita ofbeldi til þess að bara verja sjálfan sig og aðra. Já, einmitt. Maður sem gengur þarna inn og ég skil ekki hvað veldur því að hann beittur ofbeldi fyrir gefur. Ég spurði einmitt læknir sem þeir hefur aldrei verið í mér neini reiði út í þetta fólk eða þá sem bera ábyrgð á þessu. Mér var þetta svona meira hálfsbaugilegt og þú svo sé það náttúrulega alls ekki. Þetta alvarlegt mál fyrir þá sem fyrir verða. Margir bera þess raunar aldrei bætur að verða fyrir svona ofbeldi. En þetta hefur ekki haft skadað mig. Ég get ekki viðurkennt það. Gott að heyra. Og ég var aldrei reiður út í þann til dæmis læknir sem að gera þetta mér síðast og hann var maður sem að geðlæknir sem að ég vísaði meiri segja til ákveðnum kvillum og hann var mikið að vísa fólki til mín líka og allt gott á millega. Ég spurði hann eins og læknardögum manstu þetta? Já, hann myndi eftir þessu. Og ratuðu það, mér fannst skipta svo miklu máli, sagðan, að koma fólki sem fyrst í svefn og líka sjá til þess að þeir sköpuðu ekki óróa á deildinni. Svo þetta var svona hagkvæmni sjónarmið. Hann gerir sér ekki grein fyrir því að hann að brjóta alvarlega lögin, En svona þetta bara. Já, ekki gott að heyra. Sveintunar, ertu ennþá starfandi sem læknir? Ég hætti núna, ég var 78 ári í maí og ég miðaði einmitt við hennan 30. apríl 75. Það voru akkurat 50 ár liðin í fyrra og þá lét ég undan konunni minni að loka stofinni. Ég var 78 ára þannig nokkru dögum seinna. Hvað ert að sýsla þessa dagana? Ég ætlaði að taka til í bílskúrnum. Ég lofaði sjálfur mér því sem þýðir að því ég svona safnari og ég á
óheyrilegt magna skjölum og gögnum úr þessum félagsmálum og það eiginlega eina sem ég átti þegar að ég skildi og það hefur fylgt mér. Ég átti yndislega konu sem mér ennþá mjög mikil svirði og okkur, hún svo mikil, það eru svo mikla vinkonur, hún og Björk kona mín og við átti 3 börn með fyrir konunni en hún sem von var neittist til að skilja við mig þarna í þessu síðasta skipti sem að ég síðustu manniðinu 85 og eftir það þá fór ég að horfast meir í augu við þetta og ég fór smám saman að átta mig á samhenginu og það gerðist líka ég fekk síðan vinnu ég neittist þess að opna stofuna þarna 85 og þannig ég var búin að vera með henni í 40 ár þegar ég lokaði núna í fyrra og ég fekk að hringt það svo ótrúlega hvernig það gat gerst sko. Ég var gamall hassisti, gamall kleppari og ég var orðinn drykkjumaður ég drakk á kvöldin sterk vín, það fannst það ægilega gott fór ekkert svona illa í mig eins og hassi sem gerði mig svo öran og ofan og ég fæ hringingu og ég beðin að taka að mér að gerast yfirlæknir, ég veit þú trúir þess ekki, á meðferðarstofnun. Þetta nú svolítið sérstakt. Þetta var Binni minn Bensen og Björgúlfur og svo voru Þórarensi Tyrfings á bakvið þá líka og fleiri. Stjórnarformaður Lilli Bersen sem var nú þekktur í vissum gressum í bænum. Hvaða stofnun var þetta? Von, meðferðarstöðunum Von sem var bara fyrir útlendinga. Og segilega eigin mati held ég eina sem ég hef haft í þetta var það að ég var góður í dönsku, búin að læra í dönsku. Já, fyrir þannig alltaf það að þú hafðir ákveðna reynslu af fíknisjúkdómi. Já, þá mátti ég segja það að ég var ekki búin að viðurkenna þarna sjálfur það. En ég kynnist þessu, ég tók þetta að mér og ég kynnist þessum sjúkdómi á annan hátt og því að ég varð að fara að kynna mér, ég varð að fara að lesa mig til og því ég átti að halda fyrirlestra áfengi líf, ég var sendur til Grænlands og ég var sendur til Færeyja og í fyrirlestraferðir og þetta var oft eftir að fara allavega til Bólívíu þess vegna, en Varstu þarna síðustu starfsáriðin? Já, nei, þarna var ég bara í stuttan tíma, í nokkur ár. Vonin var á Bárugötu og svo upp á Fitjum. En þetta bara í raun og veru upphafi minnar starfa sem heimilislæknir. Ég svo átti eftir að vera í 35 ári viðbót heimilislæknir í Domus Medica og var þá laus úr þessu. En það sem ég hafði upp úr krassinu þarna var það að ég hætti að drekka og ég sé sambandið og ég fer að leita mér hjálpar á því sviði. Og þá eru það sporin 12 og fundirnir sem hafa verið mér alveg stórkostlega blessun. Þannig að ég sjálfur fengi mikið upp úr þessu og þetta hjálpaði mér líka í starfinu að hafa ekki bara geðveikirreynslun en geta líka hjálpa fólki og tala af eigin reynslu fíknisjúkdóma. Nákvæmlega. Það er svo mikið þetta. Já, Sveinn Rúnar, þetta er orðið langt spjall hjá okkur en ég get ekki lokið því fyrir ég er búin að heyra aðeins að berjatínslu áhuganum. Því að það líður varla svo ár þegar berja tíminni komin að það sé ekki viðtal við því einhvers staðar. Er þetta ein af þínum ástríðum? Já, það verð ég að segja bara. Já. Þetta er náttúrulega þetta er náttúran. Þetta er einhver svakalega sterk þrá í að vera út í brekkum og dölum og heiðum Og ertu orðin sérfræðingur í Nei, ég er ekki sérfræðingur. Nei, ég meina í helstu berjatínslu svæðunum. Já, ég auðvitað þekki það því ég er búin að vera svo óður maður í þessu og ég tók alltaf 3 vikur í berjaleyfi. 3 vikur í berjaleyfi? Já, 3 vikur í berjaleyfi. Og hvað gerum við allir sem konan, hún vill ekki vera með mig lengur en bara í viku
hún skammtar mér tíma, hún er náttúrulega miklu duglegri í því eins og öðru að tína, en ég fer bara allt landið og kunnugur, ég skal alveg viðurkenna því, ég kunnugur meira og minna. Og ert að tína bæði krækiber og bláber? Já, bláber og aðalbláber og hrútaber. Já, hrútaber líka? Já. Þá fer ég austur helst til þess, þannig að fá það hjá henni Þóra á Seyðis, hún leiðbeindi mér að fara í Allandsstaðaskóginn. Ég smakkaði nefnilega hrútaberjasultu í gær, svo enkilega vildi til. Og var það ekki hlaup? Jú, það var hlaup, já. Og ég hef aldrei heyrt að hrútaberin væru nýtt svona, ég verð nú bara að viðurkenna það. Nei, þá býrðum maður til saft sko og svo hlaup. Og hvað gerir þið við þetta allt saman? Við fristum og eigum, þannig ég veistu hvað, ég fekk ekki aðalbláber. Ég er svo pjattaður að ég vildi ekki vera með bláar tennur hjá þér í þættinum, að ég var að fara í sjónvarp. Svo ég slefti aðalbláberunum í morgun. Annars var ég aðalbláber hverjum degi í hafragrautinu minn. Já. Og Er hægt að nota berjatínslu á aðalbláberin? Ég vil náttúrulega helst ekki segja frá því, sko, þetta er eitthvað, en ef ég fólk fer... Ég prófa og það gengur ekki alveg nógu vel. Jú, það fer svolítið eftir linginu, en það er iðulega auðvelt að gera það og venjulega bara á maður kannski fingri fyrir pokan, sko, þannig að maður tekur bara svona lítið lag, en stundum að maður er komin í ham þá bara fyllir maður tínuna á 10 mínútum þess vegna af aðalbláberum í góðu lingi með tínu. Og sérstaklega maður er að bjarga verðmætunum, þú ert komin, veist að það mun engi koma hingað eftir þér, það er komin 7. september og það er að koma næturfrost. Og þú ert á svæðum þar sem að þú bara situr einn að. Mjög og því miður segi ég bara því það er nóg fyrir alla. Það er nóg fyrir alla en samt þeim, hvað er þetta fólk að gera hérna? Skildi það verið með leyfi frá berjatínslu sambandinu? Nei, ég þetta er búið að fylgja mig lengi og ég er óskaplega takklátur ömmu og mömmu fyrir að hafa farið snemma með mig í Berjamó og Eva mín, kona mín fyrirverandi, hún var alltaf verið, og líka að Björk nennir ekki þá bara byggja hana. Já, en ég verð nú að segja svona alveg að lokum eina litla sögu. Ég er vestfirðingur og týndi heilmikið af bláberjum fyrir vestan eitt árið. Já. Og við byggum okkur til þessa fínu ostaköku með bláberjum og ná. Já. Svo þegar ég var að skera fyrstu sneiðina þá skrýður könguló upp á bláberjunum. Nei, hvað segir? Mér leist ekki alveg á það. Reyndar er ég mjög hrædd við köngulær og það háir mér svolítið í berjatínnslunni. Þær eru út allt. Þær eru vinkonur mínar, sko. Já, það er nefnilega. Og þær vísa mann og berjum eins og allir vita. Já. En við náttúrulega söftum og ekki gleyma því og þú nefndir hérna hlaupið og söltuna en það voru gott að eiga í fristinum alltaf eins og fersk, eins og ný aðalbláber og svo er Björk fræg fyrir sína aðalbláberjatertu. Hún komst á forsíðu Gestgjalans. Já. Og svo ég mótti mér nú aðeins af konunni minni. Já, mótt það alveg. Já. En Sveitrunar, það komaði leiðalokum hjá okkur og ég ætla að hleypa þér heim í tiltektina í bílskúrnum. Var ekki það sem þú ætlar að fara að gera? Jú, svo er ég bara að syngja. Nú er ég konið í 2 kóra. Ég er bæði óperukórnum og söngfélaginu. Svona í bíli, annars er ég bara söngfélaginu. Þegar þú ferð í sumarlandið og verður skrifið minningagreinum þig, það verður ekki nægilegt pláss fyrir öll félagstörfin sem þú hefur tekið átt í. En þetta var nú útúrdúr. Þakka þér innilega fyrir komuna. Það var mjög gaman að spjalla við þig og í rauninni hefði ég getað spjalla við þig miklu, miklu lengur. Það er í alveg, þú hefði getað slegið hann Smára út. Já, ég hefði getað það. Hann tók ekki nema rúma 4 tíma, en við vorum bara hálnaðir. Svo mista hann bara heilsuna í bíli. Nei, ég má ekki grínast með hann. Ástaf þakkir og ég beði heilsa spúsiðinni heima. Já, takk fyrir það. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
gerist áskrifundur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, ég er með ansi merkilega bók í höndunum held ég. Ég er reyndar ekki búin að lesa hana alla en hún heitir Áfall, hvað svo? Og er eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur. Hún er prófessor við Háskólann á Akureyri og hennar sérfag er hjúkrunarfræði og hún hefur mikið velt áföllum fyrir sér og tekur saman hugrenningar sínar hér með aðgengilegum hætti í þessari bók og það vill og reyndar þannig til að persónulega má segja að leiðir okkar Sigrúnar hafi legið saman áður vegna minnar blaðamennsku. Við munum fjalla það hérna á eftir þannig að ég hef svona sérstakann áhuga vegna þess en áföll og umræðan þau það er mikil deigla, það er mikil opnun virðist vera í gangi og við á Samstöðinni höfum svolítið verið að fjalla áföll bæði með geðlækni, leikum og læriðum getum við sagt og mann er svona dettur í hug að þessi bók komi eiginlega bara á besta tíma inn í einhverja vakningu en vertu velkomin til okkar Sigrún. Takk fyrir að bjóða mér. Gaman að fá þig. Þú ert núna þegar við sitjum hér á 50 meðan dag og hefum þessu upptöku. Þú ert nýkomin af ráðstefnu þar sem varst að ræða bókina, ekki satt? Jú, ég var á málþingi Þroskaþjálfa félags Íslands. Já. Það sem 200 manns voru í salnum og ég var að tala áföll og áfölla með nálgun og í leiðinni nýtti ég tækifærið og kynnti bókina mína og seldi nokkur eintök. Þú seldir, sagðir mér bara 50 eintök? Já. Seldi 50 eintök og ég var svo sniðug þegar ég byrjaði að tala. Ég ætlaði að sagði frá að ég var ekki út bók og let 2 bækur ganga salin til þess að svona selja og já, ég seldi 50 bækur í dag. Hvað lestu út úr því? Er rétt sem ég var að reyna að tafsa út mér áðan að það sé einhver mega opnun í gangi? Það er mjög mikil opnun í gangi og það sem kannski þessi bók hefur fram yfir margt annað sem að fólki heldur fólk líkið svo vel við er að hún er á mannamáli. Hún er aðgengileg, þetta eru stutti kaplar, kaplarnir eru svona 2, 3, 4 blaðsjur og það er svona rými á hverju blaðsíðu þannig að þau eru opnana þá fyrir þá sem eru kannski með lesblindu ADHD þá er þetta ekki svona yfirþyrmandi texti og það er það sem og ég er að deila minni persónulegu reynslu líka og það er það sem fólk vill sögur og það tengir við sögurnar frekar en að lesa mikinn fræðiteksta þannig að það er það sem ég held að þessi bók sé svona að ganga vel vegna. Trúir þú því sama og ég að ef maður ætlar að fjalla þjóðfélagsmál þá getur verið gott að nota þið persónulega upp að einhverju marki? Ég trúi því og ég finn bara að þú veist einhvern veginn þegar ég er að tala áföll og er mjög fræðileg að tala bara einhverja rannsóknir að þá svona er svona svolítið, fólk kannski svolítið, hlustar, en svona leiðan maður kemur með svona persónlega sögu, það breytist bara orkan í salnum, fólk bara, það tengir, það hlustar, það næri einhvern veginn, já, nú fatta ég, nú skil ég. Og til þess að fólki sem að vonandi hlustar á okkur eða horfir á okkur næstu mínútur nái betri tengingu við okkar spjall, ertu til í að hefja leik á því að segja okkur frá persónulegu áfalli sem þú upplifðir á okkurinn tíma sem að kann að hafa stóru aukið áhugaðinn og svona leitt til þess að þú hefur sett eins mikinn tíma og orku í þetta málefni eins og raun ber vitni? Já, sko ég fer að fara að hafa áhuga á áföllum bara þú veist mjög snemma þegar ég starfa sem lögreglumaður út á landi en rauninni það sem var svona mest breyting hjá mér var þegar að ég var ófríska mínu fyrsta barni, ég var komin 10 vikur á leið og þegar pabbi minn var bráðkvæddur 52 ára gamall og ég tilhengi honum þessa bók af því að það áfall og svo sorg
kannski kendi mér og fjölskyldum minni mjög mikið það að hann skildi hverfa á braut svo skyndilega og svona ungur. Fullhraustur þegar það gerist að fólk heldum við sko, það var bara hjartaáfall einni nóttu og lést samstundis á heimilinu. Kært á milli ykkur tökja? Mjög kært, ég var mjög tengd honum, mjög svo og mjög svona, já, mjög náinn og hann svona, já, við tengdumst mjög sterkt andlega. Og þetta var mikið áfall og ég var semst ófríska minni fyrsta barni og ég hugsaði bara þegar ég var gengið 10 vikur leið og ég fann þetta mikla áfalli líkamanni mínum þar sem maður gæti ekki borðað eða sofið og maður fann bara streitun að fara í gegnum fóstrið til fóstursins og ég hugsaði bara þetta hlýtur hafa áhrif á barnið sem ég geng með og ég fer að googla þarna 98, var náttúrulega í námi sjálf og googla bara áföll á meðgöngu, hvað áhrif getur að haft á fóstrið og ég fæ bara niðurstöðu sem bendir til þess að það getur haft veruleg áhrif að verða fyrir áföll á meðgöngu. Þá varstu enn stressaðri? Já, þá fekk ég ennþá meira svona, já, þetta verið streita. En já, og það sem getur gerst og það er bara rannsóknir sína það er alls konar vandamál sem getur komið fram. Það er, þú veist, getur haft áhrif á tengslamyndun, getur haft áhrif á heilaþroskan og einstaklega getur þróað með sér vandamál, já, við kunum tala ADHD, lesblindu, námsörðuleika, geðrænar áskoranir og fleira sem að geta fyllt fólki langt fram lífið ef það verið fráföllum af meðgöngu og fæðingu. Og þannig að, og hvernig reyti svo barninu af? Jú, hún hefur síðan gleymt við og ég var mjög meðvituð það að það hugsanlega gæti þetta haft áhrif og ég hef alltaf talað mjög mikið pappa minn og börnin mín eru mjög meðvituð þessa sorg og þessi áföll og þessi dóttir mér líka varð mjög upptekin af dauðanum líka og svona og ég man alltaf eftir atviki þegar hún er svona 2 ára eða cirka 2 ára eins og 2 ára þá sest hún út í horn og fer að gráta og ég fer eitthvað að spyrja hvað er að og þá er hún grátandi og ég sakna svo Sigga og hún hafði náttúrulega, skilur og ég var vá af því að ég hef aldrei einhvern veginn áttam á þessu en hún glímir síðan við, það kemur ljós og hún glímir við ADHD og lesblindu og þannig leiðandi námsörðuleika, hún fungeraði mjög illa í skólakerfinu og datt nú út úr því og en fann sína leið í listinni sem sagt kvikmyndabransanum þar sem hún blómstrar í dag. Fann sína leið með hjálp mömmu sinnar, er það ekki? Jú, ég náttúrulega hélt mjög vel utan hana og sumir segja hafa nú verið ofverndandi eða oftengdar, ofnánar en allavega er hún á góðum stað í dag. Já, það er frábært og einmitt ekki sjálfgefið. Já, alls ekki sjálfgefið. Kostaði mikla vinnu? Mikla vinnu, mjög mikla vinnu, mikinn tíma. Og þetta stóra áfall sem þú verður hann fyrir, gengin 10 vikur með pappiðin deyr, verður bráðkvættur, svo manneski sem að skiptiði mestu máli á þessum tíma? Já, mér er hann að vera sko. Mjög mikil fyrirmynd og svona þægilegur maður, svona, maður einhvern veginn, já. Mikil fyrirmynd og svona jartenging, má segja. Já. Og frá með þessari sáru reynslu hefur þið haft mikið á áföllum. Og ég fæ áhuga á því að skoða hvernig við öll í fjölskyldan einhvern veginn bregðust misjafnlega við. Enginn okkar bregst eins við sorginni og svo einhvern veginn hvernig þetta áfall þessu sorg litar mann áfram í lífinu, þú veist, að það vantar alltaf einhvern, þú veist, það er verið að skýra börnin og ferma og ég er að gifta mig og þú veist, alltaf vantar pappa og það er það sem fólk kannast mjög við sem missir svona ung fólk á besta aldri, að það er alltaf eitthvað sem vantar og svona dagar geta verið erfiðir sem minna á þann sem fór og það er eitthvað svona sem hefur fylgt mér lengi og líka kannski að ég vann náttúrulega ekkert úr þessu áfalli. Ég náttúrulega var bara, þú veist, eiga barn og orkan fór í það að hugsa þetta barn og svo annað barn og lífið gerist og það er ekki fyrir nokkrum árum seinna sem að ég er svona neðist þess að fara að vinna í mínum málum þegar bara þetta fara að hafa áhrif á börnin mín sko og mig í lífinu. Hvernig varst úr þínum málum? Ég byrjaði að ná því, ég bjó á Ólandsfirði þá og ég byrjaði að fara í svona sorgarhóp eða, já það var semst í kirkjunni, það var prestur sem bauð upp á svona sorgarhóp fyrir fólk sem hafði mist skyndilega. Það er þetta jafningjagrunni? Það er jafningjastöningur og þarna voru nokkrar konur sem höfðu allar upplifað það sama. Og þegar maður fyrir svona jafningja
hópa þá svona átta með þess á því að maður ekki klikkaður. Þetta eitthvað sem þetta eðlileg viðbrögð þegar að maður sér það að aðrir eru bara öðrum líður eins og þá svona hættir maður kannski að rífa sér niður fyrir að maður eins og maður eða var. Vegna þess að þú nefndir áðan með dagana þar sem að hinn látni fjarverandi og það æpir svona framan í mann. Ég skrifaði nú einu sinni bókun Dauðan og ég man eftir einmitt sögum eins og þegar verðandi brúður áttar sig á því að pabbennar mun ekki leiðana en kirkjugólfið og það var löngu eftir Dauðan þá svona bara yfirðist allt rosalega mikið upp og svo eru þessi dagar eins og þú þekkir kannski jól og svona, þarna sætið aukt. Ég skrifið giftingu að því ég var sem sagt ekki gift þegar pabbi minn deyr og ég þegar hann sem sagt deyr þá hugsa ég mun aldrei gifta mig að því hann getur ekki leitt mig í kirkjugólfið eins og var svona þessi ímynd. En síðan ákvæði nú að láta ekki það stoppa mig og ég gifti mig og við ákomum að ganga saman í kirkjugólfið þannig að svona, það sé ekki autt svæði. En það sem gerist og ég steili því í bókinni minn líka, ég tala það þegar að þessa daga sem er erfitt að vera ekki með þann sem kemur og svo gerist það sem ég tala líka í bókinni að það svolítið merkilegt að börnin okkar skynja rosalega mikið hvernig okkur líður og við áttum okkur ekki alltaf á því fyrir eitthvað gerist sem að þau segja eða gera og við giftum okkur í sumbústanum mínum fyrir vestan við höfum sumbústað í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi sem var staðurinn hans pappa, hann var í sveit þarna og hann ætlaði að eyða ævidögunum sínum þarna en dó frá því og við giftum okkur þar og svo var ég var mikið ekki rosa vel á brúðkaupsdaginn og ég var ekkert endilega syrgja pappa þá sko, það var mjög góður dagur. Svo var það daginn eftir að þá við vorum með svona úti kamera því þetta bara bústaði sem eru út í sveit og þá var sonur minn var þá 2 ára aldur cirka og hann eldi mig svona á kamarinn og ég sit á kamarinu og hann eldi mig og hann kemur til mín og hann heldur á stein í lóanum. Hann með svona ljóst hár og blá augu og hann horfir á mig og segir mamma, ég vildi óska að þetta væri óskasteinn, þá myndi ég óska þess að Sigga þið væri hérna. Og ég gerðsanlega hrundi og það var krassið mitt eftir þennan brúðkaupsdag daginn eftir þess að ég bara áttaði mig á því hvað þetta var og hvað hann var náttúrulega ekkert fættur þegar pabbi deyr skilur en hvernig þetta börnin skynji einhvern veginn okkar tilfinningar miklu meira heldur en við höldum. Þetta mjög sterk saga. Mjög og alveg magna sko. Já. Þú rétt komst inn á það líka, þú hefði verið þarna lögreglukona. Það var á Ísafirði, var það ekki? Jú, Ísafirði, Akureyri, Vestmannaeyjum, Stígshólmi. Nú, þú varst bara um allt. Já, ok. Og þá náttúrulega hefur kynst alls konar myrkari hliðum mannlífsins, getur við sagt. Já, algjörlega. Og eitt áfall sem hafði líka mikil áhrif á mig þegar ég var lögga í Vestmannaeyjum og drukknaði 5 ára drengur og það var 95 þegar var ekki til neitt sem heit áfallahjálp eða stuðningur og ég deili þeirri sögu líka það hvað áhrif það áfall hafði á mig og líka svona börnin mín og þá var ég líka knúin til þess að fara að vinna í mínum málum mörgum ára seinna. Og þegar þú ferð þarna í þennan sorgarhóp og sem sagt fannstu fyrir bata fljótlega? Ég fann mikið bata. Þá voru sennilega, þetta var nokkrum árum eftir andlátið og ég var bara að glíma við erfiðleika, tengt þessu missi og svona með sjálf mig og ég fekk skilning að tala sorgina og því að fólk náttúrulega alltaf að segja skilur það nú svo langt liðið, þú átt að vera komin yfir þetta og hægt að velta þér upp úr þessu og allt þetta skilji, þessar klísur sem allir þekkja að þegar þú kemur í svona jafningjahóp þá finnur þú svona, ég er ekki einum þetta þarna er bara kona sem er að gangi ekki nákvæmlega sama ég og þessi jafningjastuðningur er svo mikilvægur upp á að fá skilning þannig bara þú ert ekki ein. Einmitt. Svo getur verið mjög frelsandi þegar fólk getur farið að hlæja án saktarkenndar. Já, það er mjög gott líka. Já, einmitt. Af því að það er einhver þráður í okkar uppeldi sem segir okkur að
ef við lendum í dauða og mjög vondum hlutum, þá eigum við að vera leið og sorgmætt. Já. Er það ekki? Jú, og margir hafa svona samviskubit yfir því að vera glaður aftur. Já. Eftir eitthvað svona. Sem er sennilega samfélags... Já, eitthvað samfélagslegt, sko, að þú meir ekki vera og fljóta að fara aftur að hitta einhvern eða vera glaður að klæðjast, sem er náttúrulega miskilningu, því að hláturinn getur líka verið heilandi. Já, mjög. Veist, mjög. Og svo líka þekkt að allir séu inn á gafli og styðið því mjög fyrstu dagana eftir mannslát, en svo bara svona upp úr útförinni, þá hverfi allir. Það er mjög þekkt. Það kom allir fyrstu dagana það fram að jarðaför og svo einhvern veginn, svo tæmist húsið aftur og það er náttúrulega, Og stundum bera vinirnir og ætningarnir því við að þeir vilja ekki ífa upp sárin og þess vegna vilja þeir ekki hafa samband og þeir vilja ekki spyrja hvernig líður þeir með það að nú er þessi dáinn og hann heldur áfram að vera dáinn, að það geti verið viðkvæmt. En langflestar heimildir mínar allavega þegar ég var að skrifa mína bók, fólk vill að það sé haft samband og það vil þá bara sjálft ráða því hvernig það bregst við spurningu hinn látna, hvort það svarar henni eða ekki, en fólki finnst það ekki óþægilegt. Nei, og þetta með að ífa upp og maður heyrir þetta svolítið, sko, að ég vil ekki vera að spyrja út í þetta því ég vil ekki vera ífa upp eitthvað og bara byttu fyrir ekki að ég nú bara hugsa hana hverjum degi, sko. Þú vilt ekki að minna mig á neitt með því að spyrja mig, sko. Ég er með þessar tilfinningar og ég er að hugsa einstaklingin sem er farin og það er enginn að fara eitthvað að minna mig á eða ífa upp. Það er bara ótti, þetta er eiginlega bara ótti, svona kannski meira afsökun eða þekkingarlegs skortur að halda það að maður sé eitthvað að ífa upp, en ég held að það sé bara óryggi þann sem að spyr eða fyrst. Já. Sko, áföll eru af ýmsum toga og stundum dæmum áfall er bara maður er bara 4 ára og það kemur bara einhver hræðilegur einstaklingur og nauðga manni og ég veit ekki hvort það kallar þá allt önnur viðbrögð en til dæmis þegar börn er rifin af heimili foreldra stundum kannski bara tímabundið í veikri stöðu en ertu til í að svona labba þá yfir það, þetta er mjög fjölbreytt úrvalssagna í þessari bók. Já. Er þetta nokkur þemu? Þetta er svona 3 hlutar. Fyrsti hlutin er bara almennt áföll og svona skilgreiningar og svona og svo kemur svona annar hluti, það er meira svona dæmisögur aðstæður. Já. Og svo 3. hlutin er úrvinnsla á bati. Svona mín leið til bata eða mín leið til úrvinnslu og svona leiðsögn hvað fólk getur gert. Það er sannlega sá hluti sem að fólk vil núna bara fá í nokkrum orðum og bara fixi sitt. Já, sem er bara að byrja á 3. hluta. Já. En áður við förum í það, ég nefndi það áðan að leiðir okkar hefur leiðið saman. Þú veist hvað máli er þetta. Já. Ég var einu sinni ritstjóri blaðs sem að var svona aggressíft, harskeitt héraðsfréttablað og reyndi að leita upp í mjög viðkvæm mál til að fjalla alls konar spilling og allt það og ég skrifaði semst barnaverndarmál þar sem kona hafi verið svipt börnunum sínum og það er kafli það í þessari bók. Þetta er til dæmis vist mér mjög áhugavert að ræða í þætti eins og þessum af því að við erum svolítið á báðum áttum ýmislegt bæði aftur í tíman vegna bakkakots en það er svona, það er margt sem að getur rakið þessa sögu í nokkrum orðum. Já, og það sem kannski er með þessa sögu að svona fólk heldur nú ekki að maður sé að bladra ykkur sem að maður á að vera að halda trúnaðum en það ég er með leyfi þessara móður fyrir að byrta þessa sögu, hún las kaflan áður en að fór í bókina og var með þakklátt fyrir að ég skildi halda hennar sögu á lofti. Ég þekkt þessa konu bara frá því mörgum árum áður en þetta mál kemur upp, þannig við vorum persónulega málkunnugar og hún leitar til mín þegar að hún fær fréttir af því að barnavernd sé að fara að taka af henni börnin sem eru 9 og 12 ára, engin smá börn. Nei. Og mikið áfall, gífurlegt áfall fyrir hana þar sem að hún hafði flutt á milli sveitafélaga til þess að fá hjálp í geðþjónustunni. Þar sem að geðþjónustan var ekkert í staðar í hennar bæjarfélagi og hún þurfti á þjónustu að halda og hún hélt að flytja til þess að fá hjálp og í raun og veru
að því hún var með gerðnar áskoranir út af erfiðum áföllum í æsku og endar síðan því að börnin eru raun og veru tekin af henni og þannig dæmið það sem að það var ekki ofbeldi í gangi, það var ekki neysla, raun og veru var vandamálið gerðnar áskoranir og vanlíðan þessara konu. Ég komst yfir einhverju gögn og eitthvað á þessum tíma og það var það sko allavega með annað þeirra hvað það mætti illa í skóla. Já. Það var eins og það skipti meira máli. Það skipti meira máli. Drengurinn var með einhverfu, greindur einhverfur og við vitum það náttúrulega að einhverju börn þurfa sérstaka aðstoð og stuðning sem að hann hafði á þeim tím ekki fengið og leið ekki vel í skóla. Og það er bara eins og með skólaforðun öll þessi börn sem eru með skólaforðun ef að það er orðin ástæðan fyrir því að taka börn af heimilum þá erum við með ansi stórt vandamál. Hátt í 2000 börn, er það ekki? Já, og það var svona eitt af þessu og einhvern tímann þetta var bara mjög skrítimál og ég fer inn í þetta og ég verð semst vitna því þegar að 2 menn mæta á heimili hennar, ég er stödd á heimilinu þegar að þeir mæta og taka börnin. Hvaðan koma mennirnir? Barnavendinni á þessum stað. Og og bara dingla og hún náttúrulega vill helst ekki hleypa þeim inn en svo náttúrulega enda náttúrulega með því að hún verður að gera það. Þannig að þeir taka börnin og ég upplýði það með valdi vegna þess að börnin vildu ekki fara og það farið með börnin á heimili að öðru sveitarfélagi. Það var ekki boðið upp á það að fjölskyldu tengt fólk tæki börnin, til dæmis var ekki rætt við föðurinn eða ömmur barnanna. Það var ekki reynt að fara þá leið að koma þeim til ættingja og þannig að þau fóru til fólks sem að þau höfðu bara aldrei hitt áður og bara þetta áfall skiluru, annars vegar áfalli að taka börn af foreldrun sem eru, ég gerir mig fulla grein fyrir því að oft þarf þess. Oft eru aðstæða þannig, ég vann í lögreglunni, ég hef séð alls konar, ég veit alveg að oft þarf að taka börn af foreldrum. En það er alls ekkert alltaf sem að réttir farið að og mér finnst við verðum bara að þora að tala þetta og bara eins og með þetta nýja Bakkakotsmál sem að náttúrulega við vitum alveg hvað hefur verið í gangi og það er ekkert kerfi fullkomið og ef við meðum ekki gagnrýna eitthvað kerfi af því að það má ekki tala það eða það er bara, við höfum bara eina sögu. Í þessu tilfelli hafði ég öll gögn málsins frá móðurinni, persónuleg gögn hennar, þannig ég vissi allar hliðar málsins og þannig það er ekkert að segja það að ég sé bara, eins og oft er sagt, við erum bundin trúnaði og getum ekki rætt þetta mál, en jú, þannig var þetta. Og bara áfall fyrir börnin í þessu tilfelli, ef þú þarf að taka börn af heimilinu eða frá foreldrum, þá er fyrstarlega bjóð upp á áfalla með þjónustu eða meðferð. Þannig að barni eða einstaklingurinn eða foreldrarnir fái þá allavega aðstoð til að vinna úr þessu áfalli og halda áfram með lífið. Það er ekki sjálfgefið. Þessi saga endaði vel vegna þess að því var rift. Já, móðurinn bara flutti í sitt gamla sveitafélag þar sem hún fékk félagslegan stuðning, fór aftur inn í barnaverndarkerfi þar og fékk börnin aftur og er búin að vera með þau síðan. Þannig að ef hún hefði ekki barist, ef það hefði ekki fólk nálægt henni haft bjargir til að berjast, kannski hefur fjölmiðlaumfyllunin á sínum tíma haft einhver ár, ég veit það ekki. Ég hef nokkuð vissum að fjölmiðlaumfyllunin hefur haft áhrif, ég hef alveg viss það, eins og allt oft gerist, oft þarf fjölmiðla að stíga inn í til þess að hafa áhrif, við hefum séð mörg dæmi það. Minnir að landsmiðlarnir hafi vitnað til þessar fréttar, þannig að styrkleiki hennar var meiri sko. Já, og þarna sýnir maður líka hvernig svona þeir sem valdið hafa gegn fólki sem er í viðkvæmri stöðu og hafa kannski lítinn stuðning, hvað svo mikið valda ójafnvægi oft og í þessu tilfelli þá fer hún bara aftur heim til sín og fer í sitt samfélag þar sem hún hefur góðan stuðning og börnin eru komin aftur innan skams og búin að vera hjá henni síðan en þetta er rosalegt áfall líka fyrir fólk að því að náttúrulega fólk talar skilur það er bara og fólk dæmir og þegar þú sérði eitthvað svona mál og þá er fljótt fólk mjög fljótt að hoppa á vagnin og á kjaftasögunum sko. Já, mikil stimplunar áhrif. Já, mikil stimplunar áhrif og sem hún er eldi en þá glima að veita. Já, það er ekki alveg hlögt. Þannig að það hefur kostað hana eitthvað að berjast og
Hún kom fram undir nafni og ég man að við tókum myndir og það meir en 10 ár síðan. Já, 2014. 12 ár síðan. Nú ég velta einu fyrir mér, sko, ég man ekki hvort ég skrifaði það, svo maður búin að skrifa milljón sögur. En er það bara í lagi að einhverjir aðilar frá barnaverndarnefndinni riði svona inn á heimili, sko, ætti ekki þurfa bara einhver lögreglu? Eða, þú veist, hvernig það? Væntanlega ef að hún hefði ekki opnað fyrir þeim, þá hefði náttúrulega fullt lögreglu, sko. Já. En hún opnar og hleypur þeim inn. Já. Var samvinnufús. Þá skil ég þetta betur. En hvað gekk yfirvöldum til? Af hverju héldu þau? Af hverju gáfu þau sér að það væri betra að slíta börnin upp með rótum, gera alvarlega atlöga því að eyðileggja líf móðurinnar og foreldrana? Er þetta ekki það verðmætasta sem við eigum? Börnin okkar? Jú. Hangir ekki sjálfsmynd okkar og sál? Jú. Bara beint við örlög barnan okkar? Jú. Og bara tilhugsunin að ég á nú börn á svipum aldri, sko, og ég bara einhvern veginn að horfa upp á þennan gífulega sársauka sem móðir upplifir við að börnin eru rifin af þér og þú farið ekki svona að tala við þau eða sjá þau í ákveðin tíma, eitthvað eitt símtal einu svona í viku á einhverjum ákveðin tíma. Þetta rífur nánast úr manni hjartað, sko, og horfi upp á þetta var ofboðslega mikið. Ég sé bara upplifa eitthvað, þess maður getur náttúrulega upplifa áföll í gegnum annað fólk, sko, með svona annars stigs áföll, að þetta var rosalega erfitt að horfa á þetta, sko, og líka horfi upp á hana gjörsamlega missa heilsuna, enda í hjólastól eftir þetta, sko. En er það ekki í dag? Nei, en tímabundið. Tímabundið, fór í hjólastól, misti máttin. Já, bara gjörsamlega hrundi. En ég spyr aftur, hvað gengur yfirvöldum til? Góð spurning. Ég veit það ekki. Ég bara, og í þessum gögnum allavega að þá, já, veit ég ekki hvað yfirvöldum gengur til. Get ekki svaraði. Þú sagðir á hana, við erum að þora að tala um þetta. Við erum að tala um allt. Það hefur ekki verið þannig þessi mál. Nei. Og við blaðamenn höfum haft mjög lítið frelsi til þess að skrifa svona sögur. Ég man að það var mjög umdelt þegar þessi saga varð forsíðu frétt og umfjöllun hjá okkur. Já. Og ég man eftir þjóðþekktu fólki sem ég ætla ekki að nafngreina. Fólk sem að ég var alltaf verið í vinsamlegum samskiptum við, sem að hafði samband við mig og sagði, nú gengur þú allt og langt. Og það var sagt, þú mátt ekki fjalla um svona mál vegna þess að barnaverndarnefndir get ekki rökstutt mál sitt, þær eru bundnar trúnaði og þú verður bara að treysta kerfinu. Þú veist ekkert hvað hefur gengið á þarna undir, og eitthvað svona. Ég ætla að fá þig aðeins til að bregðast við þessu. Já, sko mér finnst, auðvitað er erfitt að gagnrýna fagstéttir sem eru bundna trúnaði og með ekki svara fyrir sig. En í sömu málum þá getur þú fengið aðgang að öllum gögnum, báðum hliðum máls, bæði skýrslum barnaverndar og fagfólks og eins og þessu máli þá var bæði sálfræðingur og geðlæknir sem að skrifuðu bréf og lögðu skegg því að börnin eru tekin af móðurinni sem dæmi. Það er ekki tekið mark á því og það er svona dæmi sem að kannski, og ég veit, mér finnst, ég meina við verðum að þora að gagnrýna kerfin, ég meina annars náttúrulega bara fær alltaf að bara grassera, bara eins og við vorum að hlusta á fréttir í gær stuðlamálið, stuðla. Þú veist, ef við mættum ekki fjallum svona mál, ef að blaðmenn mætti ekki tala um það að það var eitthvað ábótavant þarna þegar að drengur lést á stuðlum, ætlum við þá bara að þagga allt niður, við verðum að tala um hlutina til að geta laga þá og það er mjög mikilvægt og mér langar að nefna doktorsritgerð sem að Sara Stefánsdóttir vann við háskólanum, doktorsritgerð sem að Sara er starfsmaður í HA, vann doktorsritgerð þetta með rétt svona foreldra í viðkvæmri stöðu til þess að halda börnum sínum, sem er þannig að fekk mikla athygli. Já. Þannig við verðum að þóra að tala um hluti og áður fyrir náttúrulega mátti heldur ekki tala um kynferðisofbeldi og það er ekkert langt síðan að karlmenn þorði ekki að stíga fram og segja frá því eru fyrir kynferðisofbeldi af því að þetta var það sem betur fyrir breyst í dag. Þannig að það er að þínum viti þótt þessi mál séu mjög viðkvæm, þá er ekkert mál þannig að við eigum
að fjölmiðlar eigi alfarið að treysta stofnunum samfélagsins yfirvaldi á hverjum stað og hverju stund. Við getum aldrei treyst öllum stofnunum eða yfirvaldi. Getum það ekki? Og þetta með trúnað, þagnarskyldu og að geta ekki tjáð sig einstök mál, að þetta á ekki að letja fjölmiðla til að segja þær sögur sem þarf að segja þegar. Nei, ég meina ef við treystum öllum yfirvaldi þá væri við sérlega ekki að fá þetta bakkakotsmál upp núna sem átti sér stað bara 2002, auðvitað treystu þessu fólki en því miður að þá alltaf, auðvitað viljum við treysta yfirvald og stofnunum en við erum alltaf sagan sýnir sig bara, þú veist, að það alltaf eitthvað sem það alltaf undantekningar frá því, auðvitað myndi ég vilja treysta þessu fólki, mestan hluta þetta gott fólk sem við getum treyst en dæmi sína bara með þessu bakkakotsmáli til dæmis að því miður þá til fólk sem ekki hægt að treysta því miður, það bara lífið. Við erum kannski komin aðeins út fyrir svona áfallavingilinn en ég pínu samt forvitin svona bara í félagsfræðilegu tilliti hjá þér sko af því að ég sagði áðan að við værum svolítið að endurskoða hugmyndir okkar þessi fósturmál. Það hefur vakið athygli hver eftirfylgni var lítil eða engin. Við skiljum þetta ekki. Hér hafa verið menn sem voru sjálfur rifnir hérna, og ég teki við á viðtöl rifnir burt af heimilinu og þegar hann bara hent út í einhverja óvissu og það sem sumstar voru bara vondar manneskjur sem vildu þeim ekkert gott börn þetta oft eftir stétt þetta oft eftir fátækt eða drykja á heimilinu og þeir verðast geta bara sótt í börn inn á sumum heimilum og svift foreldrana börnunum á meðan önnur heimili sem eru sterkari einhvern veginn efnahagslega og tengslalega þau njóta verndar. Við skiljum ekki neitt við hérna það bara stutt síðan hérna eru sögur af einhverju svona. Hvað þetta? Hvað það sem heimilar kerfinu og handhöfum valdsins til þess að ganga svona fram og með svona mismunandi hætti innan fjölskyldna. Sko ég náttúrulega þeir sem vinna í þessum kerfi náttúrulega meirihluta gott fólk og vilja vel og reyna vel en það eru misbrestur allstaðar og já, ég átta mikið alveg, ég var náttúrulega með ótrúlega brugðið þegar ég heyrði þessu mális af því að það er svo stutt síðan líka. Það annað kannski þegar við erum að tala mál sem voru hérna fyrir löngu síðan og við vorum á öðrum stað en þegar við heyrum mál sem eru svona ný og við vissum betur og við vorum búin að heyra áfalla með nálgun og vissum hvað áföll höfðu áhrif á heilsufarið og þetta. Ég meina en samt erum við ekki að hjálpa þessum börnum eins og þessi drengir sem voru sendir á þetta heimili á þessum tíma 2002 við höfum alla þekkingu til sem að bent okkur á það að við þurftum að hjálpa þessum drengjum, við þurftum að fá aðstofi út af sínum áföllum en samt erum við sendur út í sveit. Ég veit það ekki hvað, þú veist hvað í gangi sko? Fátækt fólk á ekki að fá að eignast börn. Það sumir halda því fram að þetta sé einhver svona bara hérna mjög svona yfirburða valdshyggja í þessu öllu sko. Já. En ég veit en bara taka fram þú veist, oftast í þessum kerfum gott fólk sem vill vel og að gera sitt besta en allstaðar eitthvað sem klikkar. Það nú bara Heyrðu, en þá erum við búin að ræða áfallasögu þessarar konu og sem lendir í beitt miklum órétti, kannski á tilviljun sem bjargaði mörgum mannslífum þar. Ekki satt? Börnin hefðu geta orðið mjög óhæmyggjusum, hennar lífi eyðilagt, svo var faðir hennar líka. Já, og fjölskylda, ömmur. Og fjölskylda, ömmur og allt það. Þetta svona kannski bara, bara kasta teiningum, hvernig þessi saga fór eða hvað? Já, hún bara sem betur fyrir endaði vel að því að hún hafði gott bakland og góðan stuðning og þar fekk hún góða faghjálp hjá fagfólki í sínum heimabæ sem gerði góða hluti. Þannig að þetta mist eftir. Þannig að þessi kapli er dæmi þessa sögu en svo þetta alls konar sögur. Já, alls konar sögur. Hvaða svona
sögur fannst þér erfiðar að skrifa en aðrar? Er þessi saga eina af þeim erfiðari? Þessi umræða er mjög erfið og líka því að sko þegar maður skrifa svona bók þar sem maður er að ekki bara skrifa eitthvað gott og fallegt, heldur líka svona svolítið að setja út á ýmislegt. Að þá auðvitað er erfitt að birta það, að svona þegar maður svona hugsa tilbaka, þú veist, þegar ég var mjög stressuð fyrir að hann bókin kem út, að því að ég hugsaði bara hvað er ég að fara að fá yfir mig? Að því að ég er með alveg sögur í þessu sem að kom alveg við fólk og ég hugsaði bara og bara eins og með þetta barnavandakerfi, ég meina, kannski fæ ég einhverja guðsið mig núna því að ég er búin að segja eitthvað skilur, maður er alltaf. En ég ákvað bara hvernig tímabundi að standa með sjálfra mér og standa við það sem ég segi og ein góð kona benti mér á að þú veist, ég ber ábyrgð á því sem ég skrifa og þú ber ábyrgð á því hvað þú skilur og hvað þú túlkar. Þannig að ég ákvað að fara þá leið og ég hugsaði meira ég er mjög ríka réttlætiskend og þó svo einhverjir verði fúlir úti yfir einhver sem ég segja, þá er það bara þeirra vandamál. Ekki mitt. Þú török. Já. Við þurfum meira að höra ekki. Já. Fékkstu lánaða dómgreind hjá yfirlesurum? Já. Ég búin að hafa nokkra góða, ég er með 3 ritstjóra í þessari bók og svo sem að kannski kom mér endanlega í gegnum þetta ferli var skólasystir mína vestan sem heitir Sigrún Þorleifsdóttir. Við erum skólasystir frá Ísafirði og hún svona, hún má kannski segja sér ljósmóðurinn í þessu ferli, að hún svona kom þessu barni út með því svolítið að draga vagnin í lokin og í svo miðjuferlinni var ég með yfirlesara og ritstjóra hann Héðinn Unstinsson sem að skrifaði Vert Úlfur og mér fannst líka gott að fá karlmanns sína á þetta líka og svona með þekkingu á geðheilbrigðisþjónustunni og fleiri hliðum og fekk ritstjórn frá honum á miðkaflanum miðtímabilinu eða sem sagt, já. Og svo er ég náttúrulega ákvæði að hafa dóttur mína líka því að hún náttúrulega var svona kannski elsta dóttir mín sem að er þetta eins og hún kallar sig sjálfa áfallabarnið að því að þú veist hún gerir nú grínaði því að hún er náttúrulega búin að vinna mikið í leikhúsinu starf hún í Þjóðleikhúsinu og vinnur mikið með leikarabörnum og hún var að grínast með að hún er að vinna mikið með börn leikara sem sagt og leikarabörn og hún sé áfallabarn að því mamman er náttúrulega að tala bara áfall og hún er náttúrulega búin að svona reka svolítið eftir þessari bók að því að hún á náttúrulega margar sögur í þessu áfalla meðgöngu, áfalla fæðingu og las miljónsinnum yfir þetta og það er meðal annars hennar svona hugmynd að koma með meira með sögur inn í bókina. Storytelling, já. Einnig að hafa stuttakabla, hún náttúrulega sjálf með athyglisbrest og lesblindu, stuttakabla og bíl á milli málsgreina og það var svona hennar uppástunga að koma með það. Mjög aðgengilegt, þannig að þetta er aðgengilegt fyrir einmitt einstaklinga með svona sem að hafa litla athygli og lesa ekki langan texta. Nú það er áföll og sjálfskaði, það er áföll og fíkn, við getum haldið áfram, áföll leiða mjög oft til fíknivanda, ekki satt. Og það er nefnilega mjög athyglisvert að áður fyrir var tala svolítið mikið fíknivanda sem þú veist, þetta væri eitthvað sem náttúrulega gengi bara í ættir og þú veist, eitthvað sem ég er nú alkoholist að því að pappi er alkoholist eða fíknivanda því pappi fíkn eða skilur þetta var svolítið notað áður fyrr og talaðu þetta væri svona einhver ólæknandi sjúkdómur. Nú vitum við bara samkvæmt þessum rannsóknum og fleiri rannsóknum að fíkn er mjög oft leið út úr sársauka að þú finnur eitthvað þegar þú verður fyrir áfalli þá þarft að finna eitthvað til þess að fylla upp í tómarúmið út af missinum eða til þess að taka burt sársaukan út af einhverju ofbeldi eða eitthvað slík og þú finnur eitthvað, þú veist, þú getur fundið mat eða áfengi, fíknefni, spilafík, tölvufíkn, eitthvað sem að fyllir upp í tómarúmið eða tekur burt hennar sársauka.
En þessi efni eru ekki að taka burt sársaukann eða fylla upp í tómarúmi nema kannski smá tíma. Þannig að þú þarft alltaf meira. Og við vitum að margir af þeim sem hafa farið á vist heimili eða bakkakottsmál og fleira sem hafa leiðst út í neyslu og við vitum náttúrulega að fangelsin eru fulla af drengjum með áfallasögu og þannig þróast þetta og allar rannsóknir sýna það í dag að áfallasaga er stór áhættu þáttur fyrir fíknivanda. Að þú fíknir í rauninni flótti, þú ert að flýja sjálfa þig með því að fara í sæki eitthvað annað. Já. Hér var maður daginn sem sagði mér að flestir drengjanna á Stuðlum hefðu orðið fyrir áföllum og meir og minna allir þeirra enduð á Litla-Hrauni. Sem segir manni, ég held að þetta séu íkjör, en ég held að þetta séu samt ekki alveg fjarri raunveruleikanum. Og þetta segir manni svona ákveðna sögu það að við höfum augljóslega ekki haft burði til að bregðast við áföllum sem skildi og við sjáum samfélagslegu þýðinguna að reyna að bæta okkur í þeim efnum ekki síður en að koma í veg fyrir alla þessa persónulegu harmleiki því að það er ekki smá kostnaður fyrir samfélagið. Gífurlegu kostnaður. Og með því að bregðast ekki við, með því að grípa til dæmis ekki þessa kannski meirihluti stráka sem að passa illa inn í skólakerfið út af einhvers konar áfallasögum myndi ég segja eða afleiðingum af því að með því að grípa ekki þessa krakka strax að þetta endar á einn veg oftast þeir lenda í einhvers konar neyslu og fara svo út í afbrot og rannsóknir sýna þetta og ég held eins og eins og segjum með þessa drengi sem að mjög oft er þetta áföll og ég var nú út í Alaska í 6 vikur í haust á Fulbright-styrk og þar kynntist ég meðal annars. Ég fór að skoða svona úrræði, heimili fyrir unglinga sem voru í neyslu og með geðræn vandamál. Og þar voru þau vistuð í 3 til 6 mánuði og þar er markvisst unnið með áfallasöguna og þar er mjög mikið verið að vinna með kynslóðaáföll. Kynslóðaáföll? Já, áföll sem erfast. Og það náttúrulega í Alaska, eins og við erum að sjá í Grænlandi, Alaska, Kanada, þar sem að einmitt börn voru tekin á foreldrum sínum og send í önnur lönd eða önnur fylki, frumbyggjar mest, þar sem að það var kliftað hárið og tekið að þeim allt þetta spirituality, tungumálið og þeim var bara kift út úr svona, við erum með svona heimili hérna á Íslandi sem við erum með svona svipuð og mín kynslóð núna út í Alaska er svolítið að glíma við þessi áföll sem hafa erfst, kynslóð áföll frá foreldrum sem að má ég skjóta inn í leikur engin vafi á því meðal fræðimanna að áföll erfist? Nei, nú er bara rannsóknir sýnið þetta. Inn í DNA bara? Já, bara inn í erfðaefnið og við bara, það erfist bara. Og nú er það bara rannsóknir sýna það og þú getur alveg fundið rannsóknir og þeir eru mjög mikið og svo áhugavert að koma til Alaska að því þar eru bara allir að tala um þetta og bara þetta er bara áföll erfast og nú er bara og ég hitti konu á mínum aldri sem að pabbi hennar hafi verið tekin, var einn af þessum börnum sem var tekin frá foreldrum sínum og sendi eitthvað annað fylki og bróður hans hafi dáið úr alkohólisma og systirinn hafi eitthvað dáið líka og mikið ofbeldi sem var náttúrulega í þessum heimastaskólum sem börn voru send og grænlendingar náttúrulega búin að líka glímað þetta, þessi kynslóð áföll. Já, þannig að það er bara, í dag er til rannsóknir um þetta og það er svo áhugavert að maður kemur svona í nýtt samfélag eins og þarna í Alaska að það er bara, þarna er bara að tala um þetta og þessu heimili fyrir þetta unglinga sem er að glíma við áfengisvanda og fíknivanda og geðræn vandamál að þá, og ég spurði bara hvað það sem er að virka og það var áfallavinnan, kynslóð áföll og jafningastöningur. Og þar notaðu þetta svona að ungt fólk sem hefur farið gegnum úrræði hjá þeim og náð bata getur sem komið inn og unnið þar og verið með svona jafningastöning eins og við verðum að vinna með geðheilbrigðiskerfinu hér, eins og Kleppi og Geðdeild. Geðhjálp hefur verið að berjast fyrir því eða svona beita sig fyrir því að koma inn þessum jafningastöningi. Og kynslóð áfall er þetta sem að dóttir þín lendir í þegar þú... Í raun og veru. Já, þegar þú ert ófrísk. Þegar ég er ófrísk þá fer mitt áfall áfram til hennar og erfist og þannig að það má segja og reynda líka, ég get verið að burðast með áföll lengra aftur frá forfeðrum
Já. Og bara, já. Þetta nefnilega svo mikilvægt að hugleiða að vöggugjafir okkar eru svo mismunandi og stað okkar þegar mætum til leik svona svo ólík. Já. Og það mjög vondur blær á svona dómharðri umræðu sem að í þeim anda við getum öll orðið forseti Íslands. Einmitt. Það ekki þannig. Nei. Þetta er bara mjög áhugaverð umræða. Mjög svo. Og við fæðumst við erum misjafnlega bara, en svo áhugavert hvernig rætist úr mörgum sem að kannski alast ekki upp eða góðar aðstæður. Já. Og mist til mér eins og með Ólafur Ragnar Grímsson, ekki nefni forseta. Já. Það er ekki eins og hann hafi nú alast uppi kjöra aðstæður, eða skiluru. Nei. Og það er mjög áhugaverð þessi bók sem hann skrifaði bréf mömmu sinnar. Að hann náttúrulega elst upp fyrir vestan og mammans greinist þetta með berkla. Og hún er veik, meira að minna alla hans æsku. Já. En hann nær þarna einhvern veginn, við höfum ákveðna seglu og þrautsegju og sem einhvern veginn kemur okkur áfram og þannig að áföllin er ekki alltaf til þess að skemma okkur. Nei. Stundum er eitthvað í okkur sem styrkir okkur og það er þetta sem við köllum seglu, þrautsegju. Þannig að klísjan með að það sem ekki drepur þig getur hert þig, hún er ekki alveg handónýtt. Nei, þið getur nefnilega, við sumir hafa bara náð langt í lífinu og lifa góð lífið þó svo það hafa lent í alls konar erfiðleikum. Það er nú bara þannig. Mér dettur í hug að það sé ennþá þannig ef strákar eða kallar lenda í áföllum að þeir skammi sín pínulítið fyrir og það sé meiri tilhneigingi á þeim til þess að standa á sér veðrið og ætla einhvern veginn að leysa þetta sjálfur. Er það ekki þannig bara? Ennþá? Jú, það er ennþá þannig og sérstaklega kannski, og það er svo áhugavert nefnilega að því ég nú bara að selja þessa bók mína. Ég held að 95% af þeim sem hafa keypt bókin eru konur. Já, sem þyrftus enn síður á því haldið. Já, og það er svo áhugavert Þetta er alveg slett af mönnum sem er keypt líka, en nú er hún líka komin í pennan Eymundsson, þannig að ég veit ekki hverju kaupana þar. En það er svo áhugavert líka þegar ég er með námskeið áföll og fyrirlestra, opna fyrirlestra, að það er 95% konur. Er það? Já, það er bara þannig. Og horfa þá bara hinar konunar á hann eina kall og velta fyrir sér býtu hvað er þessi að gera? Nei, það er ástæðan og segja bara frábært hjá að vera komin hingað. Og bara við höfum verið með námskeið á heilsustofnunni í Hveragerði áföll streitu taugakerfið, 12 manna hópur og það er yfirleitt svona 1 til 2, 3 kallmenn og þeir fá alltaf mjög mikinn stuðning af því að þeir eru komnir en það er eitthvað þetta er bara eitthvað gamalt að því við náttúrulega, ég er alveg upp af sjómörum og bændum, pabbi minn var sjómaður, pabbi hann sjómaður, afi minni bændur og ég kem á svona vinnandi fólki eða svona harð, hvað segir maður, fólki sem er vant að vinna með höndunum. Ég vinna með höndunum og svona þreyja þau að þóla, takast af við náttúruöflin, sjómenn sem þurfa að lenda í alls konar missa vinnufélagar sín í hafið og þetta allt saman og það var bara, ég er alveg upp það bara þau að þrauka og þóla. Það var bara ekki talað þetta. Ég er alveg upp á Ísafirði þar sem að voru sjóslys voru tíð og margir, mörg börn í skólanum mistu feður sína og ég skrifa það líka að alast upp í það að horfa upp á þetta og eiga pappa sem var sjómaður og erfiðleikarnir að horfa upp á það og einhvern veginn aldrei talað þetta. Pappi minn talaði aldrei áföll eða eitthvað svona erfitt og ekki afi minn og þetta er eitthvað sem við erum bara svona, þetta er smá saman að breytast, við erum að reyna að breyta þessu en við erum ennþá þarna og ég í doktorsritgerðinni minni fjalla ég reynslu karlmann af kynferðisofbeldi í æsku og eru nýbúin að birta grein það hvers vegna karlmenn leit sér ekki hjálpar að þeir gera það síður, þeir fara frekar í drykkju eða neyslu eða afbrot eða því miður eru fleiri kallar en konur sem taka líf sitt og þannig að það En hvers vegna? Oft út af áföll. En hvers vegna leita þessi síður? Já, það er þessi karlmennsku ímynd það er svona þetta verð ekki að væla og harkað að þér svona þegar þrauk og þóla og svona og ég er nú einmitt nýbúin að lesa
viðtal eða eitthvað viðtal hann Hallgrím Helgason rithöfund þar sem hann var að deila því að hann hefði þurft að fara í stigamóta því hann opnaði sem kynferðisofbeldi eða nauðgun. Já, og þá ég las haug athugasemd þar sem fólk heldur í fram að þetta hafi ekki komið fyrir hann, heldur síðan hann að biðja athygli. Já, nákvæmlega. Og svo spyrjum við okkur hversna segir kallmenn ekki frá. Nákvæmlega, akkurat, við þurfum ekki eins og að spája. Þetta akkurat ástæðan. Að þú veist að já, og ég meina þú veist, flestir landsmenn sáu sýninguna Nýtt líf, Bubba Mortens, þar sem að kemur nú bara fram að hann var fyrir kynferðisofbeldi líka. Og en þú veist, þetta ástæðan, ef að kallmaður segir frá þá það kalla á athygli. En ég meina, og það við heyrum það alveg að eins og drengirnir hann í Bakkakoti sögðu frá því að þeir eru fyrir kynferðisofbeldi. Það sem mest sláandi þar að aðal gerandinn var kona. Og það mesta tabúið. Að karlmenn verður fyrir kynferðisofbeldi af hendi konu. Og það kannski það sem slær marga að konur geta líka verið ofbeldisfólk. En ástæðan fyrir að karlmenn segi ekki frá það karlmennsku ímynd, það fordómar og það svona þessi áhersla á það að vera ekki að væli. Við getum verið hér í allan dag en ég myndi drepa þig ef ég myndi halda þig mikið lengur. Mér langar að renna samt hérna undir lok okkar samtals umfram það sem við höfum þegar rætt núna, Sigrún. Geturðu sagt eitthvað sem gæti hjálpað einhverjum og var það þá kannski þennan síðasta hluta bókarinnar Úrvinnsla og bati? Geturðu rætt þetta svona umfram það sem við höfum verið að tala geturðu sagt mér eitthvað meira? Já, það sem mikilvægast þegar við erum fyrir áföllum að við áttum okkur á því, veist, hvað gerðist og þegar fólk lesa þessa bók og þá líka áttar þess kannski á því að atburðir sem það hefur upplifað og ekkert endilega tengt við að það hafi verið áfall en kannski áttar sig á því að það breyttist eitthvað í lífinu eða þeim leið eitthvað öðruvísi eða vanlíðan eða fór að leita í áfengi, fíkniefni eða eitthvað sem að breytti hegðuninni að kannski var það áfall sem var til þess og það mjög mikilvægt að við áttum okkur á því hvað gerðist, hver var mín upplifun af þessu áfalli og hvaða viðbrögð komið fram og mér finnst þegar við erum að vinna með þetta þurfum að átta okkur á að því áföllin eru tökjörn okkar. Þau ekki, þetta ekki eitthvað svona hægt að velta upp úr þessu eða fara að labba eða skilu, áföllin eru tökjörn okkar. Þess vegna þurfum við að vinna með líkamann, mikið eins og að tala. Fyrir marga nóg að tala hlutina og það bara búið. Eða að fara að hlaupa, þetta bara búið. Fara ræktina. Fyrir aðra þá þetta fast í tökjörnu og við þurfum að vinna heildrænt með tökjörnu. Við þurfum að fara allir nota slökun, jóga, hugleiða, þar sem við náum að róa tökkerfi okkar. Og það það sem að veldur þessu fight flight viðbröðum eða viðbröðum eftir áföll sem ég fer mjög vel í, að við verðum að róa tökkerfið okkar. Það það sem grundvallaratriðið, að róa tökkerfið. Áður en batinn getur hafist í Já, í rauninni í batanum, þá felst batinn felst í því að vinna með líkama, hug og sál. Og anda og það þetta, ég fer í það mikilvæg öndunar, veist, að gráta, að tala, að slaka á, að hreyfa sig og bara þessi heildræna nálgun og svo bara enda ég því ef að fólk þarf að fara í sérstaka áfalla meðferð, ef að okkar bjargráð ekki næg til þess að líða betur og þá get ég farið í áfalla meðferð eins og EMDR eða eitthvað slíkt og ég tel það upp líka. Veist, hvað þú getur gert til þess að í stundu þurfum við bara að fá aðstoð sérfræðinga til að vinna með áföllin okkar. Já, mér dettur í huga að við Íslendingar séum svo mikla prívatpersónur og svolítið lokuð og feimin, kannski ég alveg að tala fyrir hönd kalla, ég veit það ekki, en mér dettur í huga að sum okkar viljum frekar útvísa þessari þjónustu beint til sérfræðingsins, heldur en að vinna í okkur eitthvað heima með einhverju jafningum og þurfa að tala það við aðra í fjölskyldur og svona, heldur ég sé, en sko gallin við það að þá verður þetta stéttaskipt, vegna þess að við höfum ekki öll efna á sálfræðingi. Einmitt.
og þú veist, við getum gert svo margt annað og við getum fundið svo margar leiðir til þess að vinna með okkur án þess endilega að þurfa að borga fyrir það að það hafa ekki allir efna á því. Þannig að þú veist, það margar leiðir, ég meina, nú þegar ég var alveg upp, það var ekkert, þú veist, ég ólst upp í Ísafirði, það var engin, þú veist, það var prestur, en það var engin aðstoð. Í dag, við erum sko með, kvennaathvarfið, Bjarkarhlíð, Bjarmalíð, Stigamót, Aflið, Sorgamiðstöðina, Píeta, Bergið, kostar ekki neitt. Nei. Þannig við getum í raun og veru, ef þú verður fyrir ofbeldi, þá getur þú fengið ókeypis þjónustu. Ef þú hefur orðið fyrir missi, þá getur þú fengið ókeypis þjónustu Sorgamiðstöðina. Það eru fullt af úrræðum sem kosta ekki augun úr. Og ég bara bendi fólk að fara inn á 112.is. Það er bara listi yfir öll úrræði sem við getum fundið, sem að allir er að geta haft aðgang að og það er allir að geta fundið einhvern stað til að fara á með því að skoða 112.is og við erum með þarna Rauðakross síma 1717, Píeta síminn er opinn allan sólarhringinn, þannig að það er svo margt í boði í dag sem við getum leitað í og náttúrulega þú veist, prestarnir og kirkjan fyrir þá sem það vilja, þannig að það er alltaf leið, það er alltaf von. Já, og ólíkt mörgum öðrum vandamálum sem við reynum að krifja til dæmis við þetta rauðaborð hér, þá eru úrræðin, eins og þú sagði sjálf, þau kosti ekki endilega augun úr. Nei, þau kosti ekki endilega augun úr. Og við þurfum bara að finna okkar leið og það er líka annað að þú veist, það er fyrir mig að segja við eitthvað, þú þarft á þessari aðstoð að halda. Já. Þú veist, ég þarf að finna hvað hendar mér og líka ég þarf að finna fagaðalega sem hendar mér, af því að sko 80% af batanum felst í meðferðarsambandinu, segir rannsóknir. Þannig að ég þarf að finna líka einstakling sem að hendar mér til að vinna með ef ég leita aðstofar. Að það er mjög mikilvægt, þannig að ég sit ekki uppi með eitthvað fagaðalega sem ég bara fyrir töðunar á mér og ég þarf að mæta hjá, það er bara algjörlega döðdæmt. Þú veist, ég verð að finna leið sem hendar mér á mínu taugakerfi, þú veist. Ég fer í dálislu, ég fer í heilun, ég fer í jóga nýtra og gong og þetta allt saman, að því að henda mér, en ég get ekki sagt öllum öðrum að gera það. Aðrir þurfa að finna sína leið hvað hendar, veist, Bubbi Mortens fyrir bóks og ræktina og það er hans leið, skilur og þau þurfum öll að finna okkar leið til þess að losa okkur við streituna, áföllin og bara, já. Við rættum það hérna áðan að það væri eins og væri opnun í gangi og þú lítur að fagna því. Ég fagna því. Hvernig náum við áfram að styrkja þessu opnun? Já, mér finnst bara mjög mikilvægt og ég finn það er óbúslega breyting síðustu bara 20 ár. Því þegar ég kláraði mína meistararannsókn 2007 kynferðisbrot gegn stúlkum eða konum og þegar fólk spurði mig hvað ég var að rannsaka og ég sagði það og þú veist, já, ég er sko kynferðisofbeldi gegn konum. Það bara, já, ok, þú veist, það bara einhvern veginn. Treysti sér ekki einu umræðu? Nei, ekki umræðuna. Nú er bara komið Me Too og nú fer ég á 200 manna ráðstefnu og sel bara fullt, það er bara óbúslegur áhugi fyrir þessu og það sem ég kannski myndi helst vilja fá meiri breytingu núna er að fá drengi og kallmenn inn í umræðuna að því að sko þegar ég fer á ráðstefnuna erlendis þá eru aðal gúrúarnir eru kallmenn, þú veist, Peter Levine, Bessel van de Kolk, Gabor Maté, Deepak Chopra sem er hugleiðslu gúrúin, þetta eru allt kallmenn hann sem eru á ráðstefnum. Hér svo kom ég hérna til Íslands og það var bara konur. Ég vil, ekki bara konur, það eru konur, ég bara, þú veist, ég vil fá stráka borðinu til að fjalla áföll og ég gaf einmitt honum einum úr Bakka þegar ég hlustaði á viðtal við þau Bakkakots drengi. Ég gaf honum einum bókina mína því að mér fannst bara svo frábært hjá þeim að stíga fram og færði honum bók fyrir það að opna þessu umræðu og það er breytast mjög mikið með þeirra umræðu að þessi strákar stigu fram og við þurfum bara meira þessu. Við þurfum að því að við erum að missa drengin okkar í neyslu, í sjálfsvíg, í fangelsi og við verðum að tala þetta við strákan okkar að því að þeir finna sér alltaf oft óheilbriða leiðir til að deyfa sásökan og taka burt sásökan og deyfa sig með efnum. Þannig við verðum og við verðum bara að fá áfalla með að nálgun inn í skólakerfið að því að þá geta strákarnir farið að tala og tjá sig og leita sér aðstofar. Já, þannig að ég get þá ályktað út frá því sem þú segir að þér finnist það ekki vond hugmynd til dæmis það sem við höfum verið að reyna að gera hér að 2 kallar á 70 aldri ræði saman
geðveiki fíkn og áföll. Bara frábært. Bara þetta oft inni og hlusta á þetta og mest bara meira af því og fá stráka og kallmenn til þess að koma hérna á Rauðaborðinu og deila reynslusinni og finna leiðir. Já. Mjög sláandi þessi tölfræði. Ég held að það er 95 sko. Já. Ég hefði svona giskað á 70-30, kannski 80-20. Það er bara, nei, því miður þá er öllum lánskeiðum og svona þá er þetta talan og það er bara því miður. Þannig ég bara, já. Alltaf þegar maður heldur að við sem búin að ná einhverju þá erum við samt langt á eftir sko. En svo getur vel verið að strákarnir sé að lesa bókinni hjá vinkonu sínum eða konun sínum. Vonandi. Í leinum. Í leinum. Já. Áfall, hvað svo? Við höfum ekki kröfið það til enda hér, en það búið að vera mjög áhugavert, skemmtilegt og inntaksríkt að ræða við þig, doktor Sigrún. Já, bara takk fyrir, mjög gott og gaman að koma hérna. Takk fyrir að bjóða mér og gefa mér rými til að tala um þetta. Já, þú þurftir ekkert að vera eins og einn og þú fékkst nokkra mínútur. Já, ég hef nú bara því nægan tíma, maður er alltaf ég tala nefnilega stundum svo hratt að því ég er alltaf að flýta mér, en já. Kæra þakki fyrir samtalið. Og kæra þakki til ykkar, kæru hlustendur og áhörfundur fyrir samveruna. Mér fannst þetta afskaplega gott spjall og ég vona að þið séu sömu skoðunar og eina leiðin til þess að við getum haldið áfram að eiga svona samtöl við Rauðaborðið á Samstöðinni er að sem flest ykkar sem séuð aflögu fær fyrirgefið það í nefnið það, en það er bara þannig. Við þurfum fjárstuðning, við þurfum áskriftarstuðning og þið getið hjálpað okkur að halda áfram að búa til svona dagskrá eins og hefur verið í kvöld með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og finna þar áskriftarnappinn og fyrir aðeins krónur 2750 verðum við áfram í loftinu ykkar vegna. En ég heiti Björn Þorláksson og þessu er lokið í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.